Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni á eftirmiddi á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt. Þá fáum við hingað góða gesti til þess að fara yfir fréttir vikunar og þannig það núna. Hér Freyja Steingrímsdóttir sem þú ert framkvæmdastjóri Blaðamannafélagsins. Passar. Og hérna Tómas Þórðarsson sem varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins og ætti að vera á þingi. Ekki núna, ég úti núna, þannig ég löglega afsakaður. Jæja. Herðu, Jódís Skúladóttir, þú varst þingkona Vinstri grænna. Já. Og ert á austan, ég held að það komi fram á eftir. Og Bragi Páll Sigurðsson, ekki Sigurðarsson. Bara fer eftir hver áarpar, sko. Það ég sá því í Facebook, þá ertu bara Bragi Páll. Já, það ég gískaði á Sigurðsson. Sigurðar. Ertu Sigurðar? Já. Herðu, þú ert rithöfundur. Jú, víst. Og ert með barnabók? Já. Ekki fá þér hamstur. Ekki fá þér hamstur? Ekki borða hamstur? Ekki fá þér hamstur? Það næsta bók, já, ekki fá þér hamstur. Það nú eiginlega að vita allir. Já, maður þarf svona að ítrekka þetta. Já, það svona erfitt að útskýra fyrir 5 ára til dæmis. Akkur maður ekki að fá sér hamstur. Þá að gera að kaupa þessa bók. Kemur allt fram hana. Ég seld. En það er ekki borða hamstur kemur næst. Já, ekki borða hann. Ekki fá þér hann, ef þú fékkst þér hann, ekki borða hann. Það byrjast það. Herðu, það alls konar, það svona mikil, það svona hitamál í gangi. Eitt svona, það mál, ég veit ekki hvort það sé stærsta málið, en það sem mest hitinn í skólastjóri Borgarholtsskóla og Flokkur fólksins. Kann ykkur fréttaskýringu á því máli? Já, hún ekkert sérstaklega flókin, þetta náttúrulega hefst bara þarna í byrjun árs, 9. janúar, þegar Inga Sæland ætlar að fá skóna afhenta aftur, vill skólastjórinn Ársæll Guðmundsson finni þessa ágætu Nike-skó sem að barnabarnarnar hefði týnt, en hún vildi meina að hefði verið stólið. Þeir voru bara alls ekkert stólið, þeir voru bara í annarri hillu og það var nú bara eitt besti vinur minn reyndar sem að fann þessa skó, sem að starfsmaður allir í Borgarholtsskóla og málið var bara leyst, en eins og fyrir þá sem hafa fylgst með fréttum að þessu, þá hringdi hún í svona töluverðu uppnámi í Ársæl og vildi nú leta nú svona pent vita og hún hefði nú ítök í lögreglu þar sem hún væri nýkomið vald sem ráðherra og Ársæll segir að hún hafi hljómað eins og væri drukkin. Já, hann hefur farið aðeins lengra með þetta, hann ákveða að þegja þunnu hljóði fyrst sinn og bara halda Þetta lag náttúrulega frá honum upplega, þannig að það ekki alveg þunnu hljóði. Sko, hann náttúrulega hlýtur að mega útskýra fyrir starfsfólki sínu en síðan náttúrulega fer það út af kennaraskrifstofunni, hvernig við viljum teikna það upp. Svo bara klárast það mál á endanum og svo byrjar hann eins og allir aðrir skólastjórar að gagnrýna þessar nýju stjórnsýslu stofnanir þessar 4-6 að taka völdin út úr skólunum sem að skólastjórafélag menntaskólakennara hefur verið að gagnrýna líka og þetta bara svona þótti greinilega svo mikið og þá ákvað menntamálaráðherra Ágúst Ólafur Ágústsson að víkja honum úr starfi sko. Þú ert harður á því að Flokkur fólksins hafi verið að hefna sín og að refsa honum. Það liggur í hlutarins eðli. Gæti lítið út þannig, ég ekki... Nei, það segir sér bara sjálft, við erum ekki fíbl, þetta segir sér bara algjörlega sjálft og þessar eftiráskýringar sem mættu þarna á stjórnarársýningu síðan í gær sem að Flokkur fólksins er núna bara byrja að nota sem bloggsíðu, náttúrulega halda einhver vatni og Ársæll svona bútaði þetta mjög skemmtilega niður í viðtali á sín í gær í beinni útsendingu í kvöldfréttum þar og fór bara svona yfir lið fyrir lið hversu mikið rugl þetta væri meðal annars að þessa skipan skólastjórana, það var nú eitt sem að fekk nú bara endurnýjun fyrir 4 dögum síðan í Mosfellsbæ. Þannig að það er ekki alltaf allur svona sannleikurinn sem kemur því miður frá mennta- og barnamálaráðuneytinu í þessu. En núna segja þau að næsti mun ekki fá framlenging. Já, þau eru bara að segja rosa margt sko. Það er svo sem alveg fordómi fyrir því að sé ekki framlenging og kannski eðlilegt að auglýsa meira en gert en það er bara ekki gert sko. Nei, en ætti kannski verið gert. Já, ég held ég verði nú að segja að ég held að við gætum öll verið sammála það að við vildum sjá meira auglýst og minna af því að fólk einhvern veginn eigi einhver embætti og þessu var lýst í einhvers staðar í fjölmiðlum í gær sá ég fellibylur í Fingurbjörg og ég held að sé nákvæmlega það sem þetta mál er. Ég ætla að vona við verðum á öðrum nótum en að vera að vitna hér í orðið og götunni á Devaf. Þá held ég við þurfum bara öll að ná einhverju tengingu. Ef við ætlum að vera bara að fara ofan í málin og kjölin og allt það, þá skulum við nú bara átta okkur á því að hann er nú kannski ekki alveg bara eitthvað svona
ævistarfið hans í þessum skóla og hann sé nú bara algjörlega, þetta komi alltaf fjöllum. Við getum alveg rifjað upp hvernig hann var skipaður á sínum tíma og hver var þá valinn hæfastur, sem var ekki hann. Og hann hefur svo unnið inn í ráðuneytinu og auðvitað bara mjög tengdur Sjálfstæðisflokknum. Þannig að sko að draga þetta svona upp, nú ætla ég ekki að fara að verja hvorki þetta símtal, þetta skómál eða nokkuð annað og ekki mikill sko og bara mér var misboðið þegar það kom í fréttir hér fyrir árinu, en mér finnst þetta mál þessa einstaka skólastjóra vera allt hið furðulegasta og ég held að við ættum ekki að eyða meiri tíma í þetta og ég held að við ættum að fagna því að stöður séu auglistar. Ég ætla að pröfa eitt, sko, ég ætla bara að byrjum á símtalinu. Ráðherra hringir kannski drukkin í skólastjóra, hótar hann úr lögreglunni af því að barnabannið hafði ekki komið heim með nægskó. Fullkomlega galið og enginn að verja það. Nei, hefði ráðherra til dæmis segjum í Noregi eða Danmörku sagt af sér þetta? Alveg eflaust, enda eru ráðherrar í öðrum löndum yfirleitt fljótar að segja af sér en á Íslandi, en þeim náttúrulega ber ekki fullkomlega saman hvernig þetta símtal var og hún náttúrulega kannski sem myndi ekki samþykja og hann hefði verið drukkin og allt það, en það náttúrulega er samt, hún baðst afsökunar og augljóslega er þetta algjörlega óboðleg hegðun og sýnir bara, þú veist, að þessi áleitning sem dreigir núna með Ársæl, það sýnir bara, þú veist, hversu vont það er þegar ráðherra haga sér svona, þannig að þá getur allt í henni farið að draga svona óeðlilegar ályktanir, skilur. Þú getur ekki bæði hefða þið svona og rekið viðkomandi. Nei, þú veist, það er eiginlega ekki hægt, þú veist, það náttúrulega bara sýnir þetta rosalega ófæglegt, sko. En Ástalóa sagði af sér eiginlega af svipar ástæðu, því að þegar hún sagði af sér þá var það að hún hafði haft afskipti og farið heim til tengdadótturinnar, ég meina ekki hvað er munið það mál, en það var eiginlega út af sko því sem hún sagði af sér. Hvernig hún brást við, ekki ásökunum tengdamóðurinnar eða eitthvað slíkt. En hver er þá munur á því að fara heim til tengdamömmunar eða ringja í skólastjórn og hóta honum löggunni? Ég er svolítið munur að fara heim til mannesku og banka klukkan 11 kvöld eða hvernig sem það var, sko. Þetta var allavega sýnt. Mér finnst bara svo fallegt, sko, gleymast í þessu öllu, ekki það ég ætla að verja þetta mál, en mér finnst bara svo fallegt þessi ömmu ást sem að birtist þarna út af einhverju skópari, sko, og ég bara velti því fyrir mig hvort að Inga sé svona ofur amma sem að fari alla leið fyrir barnabæti sín, af því að þú veist, í fyrsta leið er þetta algjörlega frálegt að hringi einhvern mann út af einhverjum týndum skóm, en svo fyrir maður að velta því fyrir sér, þú veist, að því við vonandi elskum öll ömmur okkar og bara höfðu þær gert þetta fyrir okkur og minnst eitthvað svona, minnst það kannski er klaufaskapur hérna, já, en er ykkur falin fegur hérna líka? Þetta er efni í bandabók. Þetta er efni í bandabók, en að því þú spyrir sem fer fram úr sér. Amma ráðherra. Já, ég myndi kaupa það bandabók. En að því þú spyrir hver er munurinn, þá eru þetta munurinn sá að Inga Sæland er formaður síns flokks og það eru það getur ekki gilt aðra reglur valkyrjurnar eða óbreytta. Ég bara, er það ekki í öllum flokkum? Það er miklu auðveldar að henda einhverjum öðrum undir vagnin. Formaðurinn er aldrei að fara undir vagnin. Hvenær hefum við séð það gerst á Íslandi? Já, hún er samt að gera þetta sem ráðherra og Ástalóa er að segja af sér sem ráðherra, en ég sé engan mun á þessu, sko. Hvort það sé símtal eða... Mjög líkt, sko. Já, ég er alveg samanlega, þetta er náttúrulega mjög líkt. Ég er bara að benda á það, hún er formað af flokksins. Já, en það var náttúrulega, þú veist, Kristrún sem rak náttúrulega, þú veist, Ástu, sko, þannig að, þú veist, þetta, hún þarf, en nú er hún búin að vera að halda... Hún var alltaf gert það upp á sitt einstæmi. Hún getur náttúrulega ekkert gert. Nei, það náttúrulega hittust þarna 3 ári, svo bara skráðið niður, Kristrún Þorgerður og Ásta, og Inga var náttúrulega fyrir ekki á þeim fundi líka, sem valkyrjurnar hittu Ástu á þeim tíma og letu hana gossa þar, réttilega, því að... Ég man ekki betur en að Kristrún hafi verið mitt bent á þessa heimsókn sem ástæðu, ekkert tíma þegar hún talaði um þetta mál eftir. Það er algjörlega hárrétt, því að hérna, sem sagt, forsætisráðuneytið þurfti náttúrulega líka svolítið að verja sig frá þessum ásökunum símtalið og hvernig það var skrifað og svona niður og svo er náttúrulega líka bara hérna, af því að það var bara svona skrifræði sem er mjög auðvelt að verja en það er rétt að og síðan á endanum var hún náttúrulega látin fara fyrir það að ég fara bara heim til þeggs í þessu landi. Sko. En óháð flokki fólksins, af hverju er það eitthvað sjálfgefið að skólastjóri sem er skipaður með þeim hætti sem að hann var á sínum tíma ekki sá sem talin var hæfastur eigi bara það embætti for the rest of it. Það er ekki, en vegna þess að í hvaða samingið þetta er, stundum verður þannig að bara samingið hlutan er þannig að þú verður bara neitaður
að taka hann fyrir utan sviga, því að þetta fyrsti sem ekki fær framlengingu og þóttu segist allir ekki að gera það í framhaldinu, að þá náttúrulega, þá þetta svona pólitískt, þú varst nú aðstofamæri sem, þú ekki ráðlagt flokki fólksins að gera þetta. Nei, en það ég ekki vissum að hafi verið talsambandan á milli, en nei, það hefði örugglega verið pólitískt betra bara að leyfa honum að vera og Já, eftir að vikja allavega. Þetta náttúrulega, þetta mjög vont. Trúir enginn Guðmund Inga að hann hefði bara tekið þessu ákvörðun og fælum ekki eina sekundu. Inga Sæland vissi ekkert þetta. Ég hringdi í hann og sagði henni þetta, hún var bara var svo hissa. Því trúi því alls ekki, sko. Það náttúrulega, svo þetta náttúrulega líka það, þú veist, þessar sögur með að alltaf eru menn, nú ykkur 4 aðrir skólastjórar búin að fá endurnýjun eftir að þetta var ákveðið. Ég meina, hann búin að vera mjög gagnrýninn á þessa stefnu sem að þeir eru að setja með þess að stjórnsýslu dæmi, þannig að hann bara mjög óþægilegur, hann búin að vera óþægilegur við Ingu Sæland og leyfa honum ekki að klára þessi 42 ár og segla út í sólsetrið, þú veist, er bara hefndaraðgerð, þú veist, í mínum bókum, sko, en þó ég sé alveg sammála þetta á enginn að vera svona eilífur, það er svo bara allt önnur umræða, en þú veist að því ekki mér finnst það ekki önnur umræða og mér finnst eitthvað eins og skrítið þegar Sjálfstæðisflokkurinn orðin fórnarlamb pólitískra spillingar, þá liftast það með augabrýrnar. En ekki Ársæll krati? Nei, hann VG-maður. Já, hann nefnilega vinstri. Það fengið hann sveitastjóri í Skagafirði, í meirihluta VG og Sjálfstæðismanna. Svo hendi hann hafi búið sér líka fram til að hann var í Borgarnesi fyrir VG. Já, svo vann hann í ráðuneytinu fyrir Illuga Gunnarsson. Og það er þess en ég náttúrulega ekki VG, þannig að sko hann sérst vinstri grænn, en Ólöf Nordal hún var sérst hún sem réð hún réð hann þú veist, réði hún skólastjóra þvert á flokka, þú veist, það verður nú ekki mikið falið en það. Nei, en finnst ykkur það að 10 ár sé bara nóg að vera skólastjóri? Sko, ég held að bara óháði hvort það er skólastjóra embætti eða eitthvað annað, að þá finnst mér ekki gott þegar að embætti verða eign þín. Þetta er ekki embætti eða skólastjóri? Já, þetta er svona, þetta er svipað, þetta er skipun og þetta er ákveðin tími og eitthvað og sko, þetta er bara eins og pólitíkin. Þú færð inn einhverja geggjað góða mannesku sem að gera frábæra hluti og bara, við viljum hafa hana eilífu. En síðan eru líka bara einhverju aðrir sem kom inn og ég er ekkert að tala neitt sérstaklega, ég er bara að segja, svo koma líka einhverja manneskjur sem að eiga í erfiðleikum í samskiptum, starfsmannahaldi, gagnvart börnunum, gagnvart stjórnsýslunni, hvaða er sem að viðkomandi er að gera, viljum við þá bara að viðkomandi sé þarna alltaf út æfum? En það komið fram að það eigi við Ársæll? Ég þekki það ekki. Hann með flekklausan feril og það sem að það því að ég var að hlusta á hann. Ég er nú að fá alls konar skilabóðum og svo sé ekki endilega. Nei, nú er ég að tala opinberlega. Það hvað gerist undir, ég náttúrulega er ekki þarna allan dag, sko. Veit bara, fólkið mitt sem vinnur þarna er mjög ánægt með hann, sko. En látum það leggja milli hluta, ég ætla bara að segja að ferillinn er flekklaus, hvað var það áminningar, því við erum að tala ríkisstarfsmenn og allt það. Og svo að því að Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, var nú að fara yfir þetta í gær, að það voru 2 svona meginreglur í því að fólk héldi bara sinni skipan, hvað sem okkur svo finnst það, er náttúrulega annars vegar að áminningar, hvort þær komi og kannski númer 1, 2 og 3 að þetta sé ekki rekið með raskatinu og Borgarhólsskóli hefur sérst verið rekinn bara á 0 eða yfir alla hans tíð, þannig að þú veist það er ekkit í framkvæmd stjórnsýslunar sem hann hefur gert bómurtu með. En er ekki skrítið að þú veist, sýnir þetta mál ekki óháð Ársæli, sko, hvort að þú veist, er ekki skrítið að ráðherra sé líka skipa skólastjóra? Ætti ekki bara skólanefnd að sjá þetta? Svo get ég alveg tekið undir það, sko. Það er nú einhliðin, sko. Verið að deilis út eitthvað svona pólitískum byllingum. Svakalegt. En þetta með að skólastjóri með ekki, sem að ég heyri að Jódís og Freyr svona frekar á því að það sé svolítið mikið að vera meir en 10 ár. Ég var í Vogaskóla, ég get talað við alla sem voru í Vogaskóla bara á síðustu öld Helga Þorláksson skólastjóra og Gvend Skalla yfirkennara. Ég meina, auðvitað eru stundum þeir bara... Þeir voru andinn í skólanum, Gvendur Skalli, með músíkina sína. Í hvaða skóla segir þið? Vogaskóla. Já, en svo vorum við með Skeggja í Launaskóla, höfðu viljað hafa hann bara... Nei, ég spyr. Það var ekki skólastjóri. Nei, en þú getur ekki gengið að því. Þú getur ekki alltaf gengið að því að allir séu geggjaðir, sko, og þá lendir í þessari klípu. Þú veist, þegar ég að bera saman, sko, alls konar skipanir. Þú getur líka verið með einstaklinga einhvers staðar inn í stjórnsýslunni sem bara er ekki hægt að losna við. Allir
sammála um Það að getur ekki fara. átt við Ársæl vegna þess Nei. að útskýringar ráðuneytisins eru að þannig sé okkur svona almenna kerfisbreytingar í gangi þess vegna verði ekki endurnýjað gagnvart neinum en ekkert það að hann hafi verið eitthvað að honum sko. Nei, en það er ég ekki að vísa til þess. Ég er bara svona almennt að tala um að því þú spyrð hvort að það sé kannski rétt að leiðin að fólk geti verið bara 20, 30, 40 ár. Hvenær er orðið gott? En svo menn lítur maður að geta spyrja á móti þetta ágætis pælingar sko, en er ekki fínt ef einhver aftur óháð Ársæli sérstaklega kannski í skólakerfinu þar sem maður myndi halda að maður myndi vilja einhverja samfellu ef að viðkomandi hver sem það er bara standa sig vel, bara þannig vel að skólinn gengur vel, einhvernir PISA ef við förum niður í einhverja skóla eða er að drekka í PISA í einhverjum skólum hans með og öðru fyrir ekki bara þú veist ef að einhvernir eru góðar og það er almenn ánægja með bara starfsandan í öllum mælingum og reksturinn er góður þá sækir viðkomandi og hlýtur að fá ráðningu ef hann er með svona rosalega góða en svo stöðu. þykir það víst ekki sko, það er en það er svona mál. Herðu, en þetta snýst um Flokk fólksins og það er augljóst að stjórnarandstaðan lítur á Flokk fólksins sem svona veika hlekkin í ríkisstjórninni og það er svolítið svona mikið læti í kringum þeirra mál og að sumuleyti þá er það vegna þess að Flokkur fólksins skaffar svo mikið af svona málum. Og það var náttúrulega Ástalóa og það voru skótnir og það er margt í kringum Guðmund Inga, ræðuhöld hans og ýmsa þingmenn og einhverja þingmenn, Sigurjón Sigurjón hótaði Mogganum, já. Þannig það er svona ýmislegt. Það verður svolítið svona haldið upp í stemmingunni þannig. Hvað haldið þið með Flokk fólksins? Er þetta svona hópur sem er rosalega ótaminn og svona loose cannon og erfitt að vera treysta á þá í samstarfi? Fólk svona sem skyndilega er komið með völd og kannski hafði aldrei hugsað að vera með völd og fer illa með þau. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sábópera sko. Þetta er bara eins og að horfa á ekki bandabók. Þetta er bara eins og að horfa á nágranna hérna í Kanada sko. Bara hvað næst og síðan einhverja nýja fléttur og síðan allt í einu mér finnst þetta mjög áhugavert sko. Í bílastæðaverðinir. Já, þetta er bílastæðaverðinir sko. Það er hægt að gera þetta klárlega. Já, þú veist að því að þessi armur lýðræðisins þegar allt verður svo fíblalegt og bjánalegt og við fórum að sjá undir hútið hvað þetta er allt saman teipað saman hérna á einhverju rugli, þetta er bara svo mikið villis. En er það að segja að þetta er sérstaklega við Flokk fólksins, en ég meina nú er engin sem að efast að Flokkur fólksins hefur gott hjartalag og vill vel og eitthvað svona, en verður ekki bara sætt okkur við það að svona fólk sem er ekki svona rétt borið til valda eins og verið sagt innan úr valhöll, að það kemur og er að sinna störfum sem að svona menn sem hafa verið bara straujaðir í lögfræðideild háskólans og aldir upp til þess að falla að kerfinu. Svo fáum við fólk sem er það ekki, gamlan afgreiðslumann úr Brynju og Ingu Sæland, karaoke-stjörnu og alls konar fólk. Menna, er þetta ekki bara eitthvað óþol í okkur að þola það ekki? Þetta er í rauninni miklu heiðarlegra heldur en fólk sem er kannski búið að bera þann draum í brjósti að verða stjórnmálamenn frá unga aldri eða frá menntaskóla eða hvenær sem fólki dettur svo villis í hug. Þetta er bara svona lið sem einhvern veginn virðist á að skolast þarna inn og kann ekki alveg öll gripin á hljóðfærið og þetta er allt svona pínu off og skrítið og af því að þau líka en vegna þess að þau skilji ekki, þú hringir ekki út af einhverjum skóm, þú hringir svona símtal út af einhverjum miklu mikilvægar og þá þarfst að hafa eitthvað í höndinni til þess að geta þrýst á viðkomandi þannig að hann fari ekki að kjafta og þessi hlutir ekki að gerast svona. Það er það sem að gera þetta allt svo áhugavert. En Inga er alveg sammálaður, hún bara var búin að hringja þegar að fatta það. Þá er búin að læra það af því að sú reynsla kemur með fólki sem búið að vera allt of lengi í stjórnmálum sem ætti að vera fyrir löngu hætt. Mér finnst að fleira stjórnmálfólk ætti að vera svona klaufalegt en það er miklu heiðarlegra. Svo það bendir til reynsluleysi sem ég held að geri fólk að einlægar í stjórnmálumennum. Af því að þegar þú ert komið með þessa miklu reynslu og þú ert ekki svona mikill klaufi, þá ættir bara að vera farin að gera eitthvað annað. Ég held að, það er margt til í þessu og ég held að það sé alveg einlægni fyrir bara ýmsum málum og hópum í samfélaginu þannig. En ég held að það sé eins mikið og það er gagnrýnt stundum svona lýðræði innan flokka og vera hluti af stjórnmálaflokki sem er svona lýðræðishreyfing og með einhver félög og uppbyggingu og kosningar og eitthvað svona. Ég held að vanti svolítið í lýðræðisvitundina
þú veist, hvort sem það út af því að þessi flokkur bara náttúrulega eins og Inga hefur oft lýst myndar á eldhúsgólfinu hennar og snýst svolítið hennar persónu og hennar mál og hún bara ræður eins og við sáum þegar meirihlutinn sprakk í borginni og eitthvað svona. Og rak menn úr flokknum, Já, bara, þú veist, einsins liðs og það þarf ekki að fara í gegnum einhverja framkvæmdastjórn eða eitthvað flokksráð eða hvað maður kallar það. Sló Jakob Frímann og Tomma í Tommaborgurum af bara. Og þetta birtist að einhverju leyti í þessu símtalinu Ingu, þar sem hún einhvern veginn skilur ekki vald sitt og bara svona veður áfram og maður sér þetta í viðhorfið þeirra gagnvart fjölmiðlum. Og Inga var nú bara í viðtali í gær þá notaði hann tækifæri til að sparka í fjölmiðla og var að dylgja að þeir væru nú bara alltaf að búa til einhverja fars og einhverja sögur og eins og þetta Nike-skómál væri í rauninni bara einn farsi sem einhverjir blaðamenn hefðu búið til sem náttúrulega fjarri lagi, sko. Þannig að já, þetta þau eru vissulega að vinna að góðum málum fyrir sína kjósendur, en það er samt einhver Má ég spila þínu, Freyja? Má það vera að það sé sumulítið til eitthvað í þessu hjá Ingu að mál sem að tengjast flokki fólksins fá svona meira svona hafari af því að þau eru eins og þau eru og eru ekki svona á kjarval með öllum einum sem að tilheyra elítunni og þess vegna fara, ég meina við þekkjum það í fjölmiðlum að fjölmiðlar eru svona mjög hallir á því að svona sleikja svolítið valdið og þeirra kemur ykkur annar við getum bara rent í gegnum fórustusæti á RÚV að Píratinn eða flokkur fólksins spurður með allt hætti heldur Bjarni Ben eða Katrín Jakobsdóttir. Það bara ekki að líka því saman. Þetta hlýtur að vera einhver furðulegasta upplifun á sjónvarpsviðtölum sem að ég hef bara nokkuð tíman heyrt. Er RÚV allt í einu að sína sjálfstæðarflokknum og Bjarna Ben einhverja linkind? Sástu fórustusæti síðast eða? Ég var nú ekki að þetta var alltaf brandar að horfa á þetta, sko. En til að svara þessari spurningu, sko, Ég bara haldið að það geti verið að flokkur fólksins fái svona sér meðferð í fjölmiðlum. Nei, sko, ég veist, sko, sér meðferð í raun og veru, sko, á hinbóginn fyrst, að þú veist, skómálið var bara svolítið svona kom og fór og svo hefur þetta bara alltaf verið alltaf meira og meira. En mér langar bara rétt að segja með flokk fólksins að þú taldir nú upp svona hvernig fólk þetta væri. Við erum með tvo ráðherra sem eru, þú veist, öryrkjar og svo bara þetta væri rosal. Jú, frábært, það sé að segja, þetta er bara allt öðruvísi fólk, öll flóra Íslands á að vera á Alþingi, það segir sig sjálft. Og þetta væri bara ein fallegasta stjórnmálasaga, bara mögulega á Norðurlöndum, ef þau færu betur með valdið. Það bara svo alltaf mál, þeir voru stjórnarandstöðu og Inga stóð þarna á öskrunu að berjast fyrir sínu fólki og kalla sér svo inn í ríkisstjórn og hún er búin að koma núna 2 stórum málum í gegn og nú ætlar hún að fara að tengja launatengju örorkubæturnar og það við launavísitöluna. Það verður svona næsta baráttumál. Þannig að það er algjörlega satt að þetta fólk Hún er árangri og hún berst fyrir sitt fólk en þau bara ráða ekkert við þetta vald. Allavega nokkrir þarna, sko. En ég að spyrja svona eins og segjum að til dæmis tökur svona asnalega samlíkingu að fólk talar innflytjendur tala íslensku með svona hreim og við látum svolítið svona eins og við heyrum það, gerum alltaf leiðrétta þau og það verður svona erfitt fyrir þau að koma að því. Hvort það getur verið að þetta fólk sem er ekki vant valdinu, að við látum svolítið svona við þau, að í hvers skiptir þú gerir einhver mistök, þú veist, stingur bílum upp í þig. Ég held að þau fái líka svolítið, ég meina, þú veist, ég held að þau fái líka alveg séns. Þú veist, ég held að það geta alveg verið bæði, sko. Ég held að þetta sé nú alveg rétt hjá þér. Ég held að fjölmiðlar, og við höfum alveg séð það, ekkert bara flokkur fólksins, það er bara mjög ólíkt oft hvernig fjölmiðlar handera ólíka flokka og það er bara mín reynsla og margra. Ég held að sé reynsla allra flokka. Þeir kvarta allir yfir hvernig fjölmiðlar handera þá. Allir eru ægilega minniháttar þegar kemur að fjölmiðlum, en mér langar líka bara að benda það. Við þetta rauða borð sagði ég einhvern tímann, ég var spurð, bara getur bara hver sem verið ráðherra. Og ég sagði bara já, að því að við erum með þannig kerfi, við erum með þannig embættismanna kerfi að við getum til dæmis haft ráðherra samgöngumála sem vísar í einhverja skýrslu sem hann hefur ekki lesið, sem hann skilur ekki og skýrslan segir eitthvað allt annað heldur en niðurstaðan byggir á, að því að það er búið að taka einhverjar ákvarðanir einhvers staðar, annar staðar og hinn ljóta, grimma pólitík ræður svolítið völdum og svo getum við haft bara einhverja sem að svo bara einhverja brúðu. Já, einhverja brúðu þarna og við höfum séð það og við höfum séð það hjá ólíkum flokkum og alls konar. En ég held að til dæmis flokkur fólksins þar er rosa bratt
að brúðan, hver sem hún komi og gera eitthvað vitleysu, að því það verður hjólað mjög hart í það. Ég held að það sé alvanalegt að ráðherra að lesa ekki skýrslur. Já, ég er ekki að vísa til þess að flokkur fólksins sem eitthvað verri ráðherra heldur en aðri flokkar. Ég er að gagnrýna sko baktjaldamakkið og embættismannakerfið inn í ráðuneytunum sem að hafa þetta allt valdið. Þetta, þau benda í láða sko hvernig reynsluleysi kemur fram. Að það lesa ekki ráðherra skýrslu, en það eru bara þeir sem eru nýir og óvanir sem að viðurkenna. Já, og ég tek undir með betra fólk sko sem og sko Eyjólfur nú bara hámenntaður lögfræðingur sko. Já, og gríðarlega reynslumikil. Ég satt lengi og Eyjólfur mikill vinur minn og við sátum saman í ýmsum nefndum og ég hef aldrei hitt mann sem hefur eins viðtæka reynslu úr öllu atvinnulífi og óhræddur við að láta það vita af því að segja frá því. Ég held að við veitum öll og eldklár. Það er mjög gaman að tala við hann því hann einn af þessum mönnum sem geta að tala við þrennt í einu. Já, og ég man það alltaf þegar við sátum í velferðarnefnd og vorum að ræða blóðgjafir homma, við vorum alls svo spennt að heyra hvaða reynslu frá Noregi hann myndi koma með inn í þá umræðu. En varðandi flokk fólksins og fjölmiðla að sko þau hafa auðvitað skaffað endalaust umtalsefni bara frá kosningum og það stundum átakanlegt þegar að valkyrjurnar koma fram og þú veist þær eru svo nánar og mikla vinkonur og eitthvað að maður svona maður skynjar ákveðna þreytu sko þegar fíflalegustu málin komu upp. Svo getur náttúrulega ekki sko kallað eftir því að draga úr styrkjum til stærstu fjölmiðlana með þeim afleiðingum að styrkirnir eru lækkaðir og verið svo alveg svona brjálaðislega hissa kannski að þú eigir ekki endalaust af vinum í fjölmiðlum. Þó að þetta eigi ekki að hafa, þú veist, bein áhrif að þá kannski að sjálfsögðu seitlast þetta eitthvað svona aftast í heilakvili. Þetta er svona svolítið svo símtaliðan á yngu, þú veist, það að segja þetta, þá getur alltaf dreigið þessar ályktanir, skilur. Það er svolítið þannig. En varðandi sápuóperu mælikvarðana, þá eiginlega bara tveir flokkar sem að standast það. Það er flokkur fólksins og miðflokkurinn. Ef maður tekur svona þingflokkana, ef maður þú veist að sjá svona eins og hvað heit þetta verðirnir þarna? Það kemur þetta andlit og þetta andlit þá er eiginlega bara þessi flokkar sem geta skaffað sko spennandi sápuóperu. Þetta er svona flatara fólks. Já, munurinn kannski sá að ég held að miðflokkurinn kannski þau mál sem hafa verið að koma upp á yfirborðið hjá honum og verið umræðu upp á síðkastið, ég upplifi ekki alveg að þau séu kannski heiðarleg hvað það varðar að í fyrsta lagi er hann engin miðflokkur lengur, þetta er orðin bara svona far-right flokkur. Öll málin sem vinstri í Danmörku sem er hægri flokkur. Já, einmitt, öll málin sem þeir eru að keyra á eru bara, eða allavega þau sem eru svona hæst í fjölmiðlum eru svona hægri mál og þú veist þetta verður að eitthvað svona leikhúsi fáránleika svo þetta er eitthvað sem að Sigmundur Davíð hefur náttúrulega alltaf verið mjög góður í að henda fram eitthvað svona bombum sem að öll umræðin fer að snúast og mér finnst bara svo áhugavert sko það væri áhugavert að skoða og þau kannski eru betri í heldur en ég í skoðanakönnunum hverju þeir eru sem segjast vera kjósa þennan flokk af því að það fólk sem ég þekki sem er að ströggla við afborganir af húsnæðisláninu sínu eða að finna leiguíbúð sem það ræði við að borga við eða matvælaverð eða hvað annað það er ekki að ströggla við útlendinga skiljið mig. Það er ekki að ströggla, þú veist, transfólk er ekki vandamál í lífið þeirra. Þannig ég er svona veltaði fyrir mig þegar þú ert að henda fram einhver svona skítabombum til þess að keyra upp ótta og reiði hjá fólki og segja kjósiði mig og ég skal díla við þetta transvandamáli eða þessa útlendinga. Þú ert ekki að fara að bæta líf kjósenda þina á nokkurn hátt, skilurðu. Þannig að þetta verður að eitthvað svona leikhúsi fárleikast það sem þú ert að búa til eins og Sigmundur hefur alltaf gert með leiðréttinguna og með svona ýmislegt annað sem hann hefur kokkað upp að láta umræðina snúast eitthvað allt annað heldur en kjör venjulegs fólks. Hann er svona líka Trump að þessu reyði. Já, þeir eru mjög flýttir í þessu sko. Sigmundur er líka bara miklu betri í þessu heldur eða sérst miðflokkurinn heldur en flokkur fólksins nokkuð tíman sko þeirra miðflokksins fíaskó skapar virðist vera einhvern veginn sko það eru færri sem að svona rúlla augunum og taka ekki mark einhvern veginn. Mér finnst það á stundum vera gagnvart flokki fólksins bara þú veist það er ekki að marka þetta fólk einhvern veginn í umræðinni sko. En Sigmundur er mjög klókur
formaður og hann hefur nýtt sín spil þegar þeir voru 2 manna flokkur á síðasta kjörtímabili. Hann nýtti... Það var náttúrulega með frábæran svona, hvað heitir þetta, svona Sancho Panza sem var með Don Quixote. Já. Hann var alveg frábæran, Bergþór. Já. Og og Snorri Másson og svona þau eru að koma fram og þau eru að henda einhvern svona bombum sem að hitta í einhvers markhóps sem að, sko, mér finnst þetta svo algjörlega briljant sem að þú ert að segja, sko, bara ég hvet þann Íslendinga stíga fram sem vaknaði í morgun og fór út í daginn sinn og lenti bara í stórkostlegum vandræðum út af einhverju transmannesku sem hún mætti bónus. Þú veist, þetta raunverulega það sem að samfélaginu? En þau ná einhvern veginn eyrum fólks. Hvað eiginlega mörg kyn? Hvað transbröðið í bónus? Við sem samfélag eittum sko viku í það að ræða að Snorri Másson þurfti að panta sér snúð í bakari og hann gat ekki pantað hann á íslensku og þetta var meiri áttar umræða. Og ég, þú veist, fer að velta því fyrir mér að því að þegar þú setur peninga í einhverja raunverulega lausnir þá er það ekki sexy. Þú veist, það er ekki sexy að segja jæja, ég var að setja aðeins meiri pening í menntamál árlega til þess að reyna að keyra upp mentastig, jæja, ég var að reyna að lækka greiðslu þáttöku sjúklinga til þess að fólk með minna á milli handana í auðvitað með að fara læknir og þú veist, þetta hljómar ekki sexy en að segja okkur er eitthvað transkona að vinna þessa skákkeppni í kallaflokki og okkur er transklósett, hvað er það, þú veist? Í Ontario í Kanada, sko, það sko dæmin eru oft sko svo óræða fjarri. Já. Það sem að maður á að taka afstöðu til. Já, það er verið að draga upp og trana fram einhverju svona hluti sem bara ég er ekki flokkurinn á flugi, ef ekki bara að ræða akkur það, þú spyrir hverju það kjósan, ég var eitthvað að skoða þetta daginn. 20% öðrunna? 24% kalla en 10% kvenna. Það er svona... Með 19% eða ekki? Já, rétt tefla 20. Það er náttúrulega mikið bara gervallega Evrópu og við erum að sjá þetta rosalega mikið í Bretlandi líka það sem er reyndar svona að láta spíkar sko bæði til hægri og vinstri því það er náttúrulega mjög fyndið að næst stærsti flokkurinn í Bretlandi í dag eru grænir. Bara kursu sér nýjan formann fyrir 2 mánuðum síðan og hann er búinn að bæta við 150.000 félögum og er orðnir næst stærstir. Það er eins og sósíalisti. Það er eins og sósíalisti. Já, absolutt. Bara hann vil bara auðmanna skatt og í Bretlandi. Vildi ég sagt á og svo náttúrulega Nigel Farage hægra megin. Þetta eru 2 stærstu flokkarnir í dag. Munurinn kannski á Íslandi og það er þess að Labour, það er að segja Samfylkingin náttúrulega bara í ruglinu og sem sagt svona ótrúlega ókarismatískan leiðtoga. Alveg hræðilegir og mínir menn í Conservatives eru bara þurrkast út sko, menn að þú veist hægri og vinstri er alveg þú veist uppi sko. Þetta er aðeins öðruvísi hér því að Samfylkingin er ennþá sterk en náttúrulega miðflokkurinn eru mjög sterkur. Ítalía, við náttúrulega bara sjáum hverju forsætisráðherra þar og þetta er þú veist Holland, Þýskaland, þetta er svona orðið mikið að tala bara nógu hátt eins og bara ég segir sko ekkert endilega allt og mikil vandamál. Þetta eru non-issues. Sko, en það sem eru issues er náttúrulega útlendingamáli hvernig þau hafa verið. Skoðum bara peningana sem að fara í útlendingamál og síðan þá peningar sem þessi útlendingar skaffa með atvinnuþátttöku, með skattgreiðslum sínum. Svo við erum að hjálpa fólki að koma inn til landsins og halda þeim uppi á meðan þau eru glæný. Fyrst og finnst fólk frá Úkraínu. Já, fyrst og finnst fólk frá Úkraínu og Venezuela. Það er enginn á móti sko að tala þetta sko. En akkur eru þá brúnir leigubílstjórar að verða fyrir ofbeldi einmitt, þetta er að segja það er út á orðræðunni já, algjörlega sem er að verða til þarna það er bara saklaust fólk að verða fyrir ofbeldi út af þessu málaflokkurinn fór úr því að kosta bara ekkert svo mikið í fleiri 20 milljarðar sem kemur alltaf niður öll öðru. Mennta fólk með ungbörn sem er tilbúið að koma og vinna í skítakulda hvern einasta vetur horfi ég út um gluggann þegar það er einhver lægð í gangi og hugsa það á engan að búa hérna, skilur. Akkur í anskotanum er ég hérna þegar ég gæti verið einhvers staðar allt annar staðar og svo er fólk að koma. Herra menntunarstig en Íslendingar. Herra menntunarstig. Þeir eru bara, þetta er fólk sem að kemur hérna, stofna fyrirtæki, eru á fulla að gera eitthvað og við erum eitthvað að skýta á þetta fólk. Já, það er líka þetta, sko, þar er sko miðflokkurinn í essinu sínu að búa til þessa ímynd af útlendingum. Af því að þetta er upplifun okkar flesta. Ganga það lengra og lengra í þessu. Þeir eru svo hraðlega í þessu að tala raunverulega eins og maður eigi að horfa á útlendinga eins og sé að taka eitthvað af okkur sko. Já, nákvæmlega og við erum hér að ströggla og sérstaklega ef við horfum til sko heilbrigðiskerfisins. Má ég pröfa eitt að því við erum að tala um svona flokkana. Samfylkingin er með 30%.
Ástæðan fyrir því að það náttúrulega ekki alþjóðabandalag eða VG og þingi og það þetta eðlilegt að þessi kjósendahópur sem hefur verið í gennum Íslandssöguna svona 40, 36, 40% auðvitað bara þarna. Hvað var fólk að segja í skoðanakönnum ég ætla að kjósa VG? Þeir eru ekki svo þingi. Auðvitað þannig að það ekki, sumir segja, þetta ég meina fólk svo hrifað Kristrún og svona sem eflaust rétt. Ég meina ríkisstjórnin með 58% stuðning sem bara mjög gott að áskamandi ríkisstjórn. En samt þetta svo stórt atriði. 58% eru ekki komin undir 50? Nei, samrætt fylgið komið undir 50. Já. En þegar fólk spurtu ríkisstjórnina, hvort styðjana? 58% styðjana. Hinum megin ertu með stjórnarandstöðuna og þar ertu með sjálfstæðisflokkin í einhverjum stórkostlegum tilvistarvanda með nýkjörinn formann sem að það einhvern veginn ekki full samstaða með hann og bara að leita að því og náttúrulega í mjög óvinnandi stöðu að ég ætla að sækja fylgi en megin ég með miðflokkin þar sem íhaldsfólki fer og hinum megin ég með Viðreisn þar sem frjálslynda-flokki fer þannig að það eiginlega sjálfstæðisflokkurinn mikill í stöðu. Framsóknarflokkurinn bara í einhverju tilvistarkreppu. Þannig að það skiljanlegt að það í boði að verða svona píratarnir eins og munið eftir því þegar þeir voru stjórnarandstöðuflokkur sem mældist með 36% fylgi. Og það ekki bara það, ættum við að vera endilega ráði í það að fólk sé að velja miðflokkina því að það er svo hrifið af útlendingaandúð eða að velja samfylkinguna því að það er svo hrifið af Kristrúnu. Að sumuleyti þetta bara svona eðlilega hreyfingar á fylgi sem alltaf hægra megin, það leitar sér skafstakostin og sem alltaf vinstra megin, það leitar skafstakostin. Sko, kosturinn fyrir samfylkingunni í dag, kosturinn, það sem að Kristrún hefur gert mjög vel og þessi nýja samfylking 3.0 og þessi Ólafur Jóhann Páll, Ólafur Kjaran og Þórður Snær hafa búið til bak við tjöldin þessi hægri skíðakrata samfylking náttúrulega reif rosalega mikið af hægra fylgi bara til sín. Ég held að það sé fullt af sjálfstæðismönnum í samfylkingunni í dag eða er að segja í skoðanakönnunum. En svo á miðjuna eins og Kjört Þarmir og fleiri. Einmitt og svo sé líka þetta Viðreisnarfylgi sem að rjátla staðið núna. Ég meina það Viðreisn komin niður í 13% í síðustu Gallup-könnun. Það alltaf lagi, sko. Ég alltaf lagi, ég held að það sé bara svona þeirra kjörfylgi en þau eru samt farið niður okkur 16%. Ekki svipað að fengja upp kjörkossunum. Já, þeir eru bara ívið undir kjörfylgi. Ég sé að þeir voru svona aðeins búin að sækja í sig veðri en það sé ég að meina því að þetta hægra fylgi fer ekkert endilega aftur til Sjálfstæðisflokksins, jafnvel bara líka til samfylkingarinnar. Svo að því að samfylkingin er búin að lækka aðeins núna, bara eitthvað 2-3%, ekkert eitthvað mikið en þá í frábæri stöðu. En það kannski það hægri fylgi þú sjá núna, þau eru svona þess að ganga bak orða sinna með þessar skattahækkanir, þá kannski fara 2-3% af einhverjum hægrimönnum, en þá kannski komum bara vinstrimennirnir sem voru farinir eitthvað annað aftur heim. Þannig að meðan þeir svona einhvern veginn halda, lofuðu því að vera hægrikratar, allt í náttúrulega vinstriflokkur, þannig að þannig halda þau fullt af fólki hjá sér. Á meðan að þess að hinir sem eru vinstræmi við þá hafa engan annan valkostur. Nákvæmlega, þannig að þeir fara þá bara aftur. Á meðan að miðflokkurinn talar rosa skýrt og rosa hátt, að þá svona þeir sem að vilja bara virkilega vera hægra megin, þeir kannski fara meira þangað. Og þess vegna kannski eru við að einhverju leyti í smá krísu, sko. Já, það alveg punktar þarna, sko. Ég held að þetta náttúrulega líka, þetta er náttúrulega rosalega oft bara hverjir leiða flokkana og ég held að Kristrún sé bara, hún náttúrulega ótrúlega öflugur stjórnmálamaður og sjá það allir og með eitthvað svona vision og fólk verið geta svona staðsett hvert hún vill fara. Ég héldu það. Já, ég allavega sé ekki mikinn mun á því núna og fyrir kosningar og það er munur á því að ætla ekki að hækka skatta og hækka það 30 milljarða. Það er Viðreisn sem að hækka ekki skatta. Nei, bæði, bara þetta til bara á teipi, sko. Alveg bara svoleið, bara frontkam á rúf. Ég veit ekki, ég held að almenningur sé ekkert eitthvað rosalega upptekinn af því núna. Almenningur var ekkert rosalega reiður yfir því að voru sett veiðigjöld, sko. Ég held að allir sé bara rosa ánægðir að vextir sé að lækka og verðbólga sé að lækka og sé bara undirbúa aðvenduna, sko. Ég held að almenningur sé ekkert rosalega mikið að pæla í þessum bandorm og eitthvað, sko. Sé ekki pæla í skattahækkunum? Ég veit ekki. Ég meina, ég hef alveg ekki ekki eins mikið og Sjálfstæðisflokkur. Ég er alveg viss það að almenningur í landinu til í að borga í sameiginlega sjóði fyrir spítala, skóla og vegakerfi og annað, sko. Og spurning er hvaða bök eiga að bera það? Og að því að við erum að tala um hægri og vinstri að þá sé ég ekkert vinstri í sömu málaflokkum samfylkingarinnar og við sem erum svona vinstri og erum náttúruverndafólk og annað að við erum í einhvers konar áfalli með ráðherra málaflokksins sem að fer fram að þvílíkri hörku og einhvers staðar las ég nú að það þyrfti að fara að auglýsa embætti umhverfisráðherra því að við höfum bara orkumálaráðherra
núna sko. En þið eigið þó góða félaga í umhverfis- og samgöngunefnd því að það eini hnífurinn sem stendur í kúnni hjá samfylkingunni sem náttúrulega er flýgur með heiminskautum núna gamla samfóð þar. Þeim tókst einhvern veginn að astnast til þess að setja Dag B. og Ásu Berglindi inn í umhverfis- og samgöngunefnd sem að hægja á öllum að því að náttúrulega sko, Jóhann Páll vill náttúrulega bara vera gælt. Já og sko það það sem svo dapurt við samfylkinguna að hún að hoppa á þennan hægri vagn sem að segir okkur eins og Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn við þurfum að hlaupa hraðar, við þurfum að skapa meira, við þurfum að græða meira og það það sem að keyra þetta samfélag í þrot. Ekki útlendingar, ekki transfólk. Ég samfylkingin sé nú ekki að hoppa á þennan vagn. Sko, Jóhann Páll Jóhannsson og sósíaldemókratar. Þetta ekki sósíalistar. Já, hvað erum við að gera með að virkja? Hvað erum við að gera með að opna fleiri gagnaver og ræsa vélarnar og eitthvað, þú veist, berja sér á brjóst? Það tala að bora göng eða ekki? Það verður ekki göngborið. Þau ræsa vélarnar til að geta bakkað þeim inn í skúr. Skellt í lás og það gerist ekkert næstu ári. Við skulum alveg átta okkur af því. Við höfum eftir að taka samgönguáætlun. Sumir finnst manni þetta samfylkingin 3.0 sé svolítið svona og til útlendingamál, virkjanamál og fleiri þá eiginlega þessi ríkisstjórn með eiginlega stefnu síðustu ríkisstjórnar en eiginlega haldaði fram og hún sé bara betra að framkvæma það. Ég bara sé það ekki. Sem gamli bleristinn, blesaði þetta alltaf. Ég bara miklu betri í því að gera stefnu framkvæma hvað? Eru það þá þessar fangabúðir, eru það þessi göng sem verður ekki byrjað að grafa neitt á næstunni? Þú veist, hvað það sem þau eru að framkvæma þessari? Ekki búið, ekki að lofa 2026? Já, við skulum sjá. 27 og þá kemur eitthvað upp á eitthvað. Við þekkjum þetta, það verður bara kyrrstaða, það ekki verið að ræsa neina vélar. Ég held reyndar að þetta ætti náttúrulega að vera framkvæmanlegt sko, með fljótagöngi. Þegar ég var svona 8 ára þá held ég að það væri framkvæmanlegt að fá heilsársveg yfir Öxi. Hann farinn sko. Fair. Skila fólk á Íslandi. Hittumst aftur við rauðaborðið þegar að byrjaði að grafa. Ég var með tilbúið áðan að vöxturinn á fylgi Miðflokksins sýndi það ekki að hérna væri sko útlendingand út að breiða sig út. Heldur væri þetta eiginlega bara skapsti kostur fyrir þá sem eru svona hægra megin og það eins og oft það sagt kjósendur Trump sko, allir sem að kusan sko þrátt fyrir að hann væri hérna rasisti en ekki vegna þess. Heldur að þetta sé merki að það sé að verða að við séum að sigla inn í kannski svona átök í kringum innflytjendastefnu eins og í Bretlandi og Bandaríkjunum? Ég held bara að þetta sé að því að sko staðurinn... Æs verða á götunum bráðum? Já, sko ég held að það sé bara það að staðrendir skipta þetta fólk engu máli lengur. Það ekkert verið að horfa í einhverja raunverulega tölur eða raunverulega atburði, það bara verið að búa til ákveðna tilfinningu og verið að spila inn á ótta okkar Íslendinga við hið óþekkta og við litað fólk og við að hinga sé að koma eitthvað glæpagengi og eitthvað svona og allt sem að bendi til þess að tekið og trommað upp vegna þess að það mjög auðvelt að fá fólk til þess að kjósa þig ef það hrætt og ef þú segir þetta alltaf að ég skal slá óttan, ég skal vera vondikallinn og henda þessu fólki út og ég skal stoppa þessi kynjuðu klósett og ég skal leysa þennan vanda fyrir þig vegna þess að ef þú ætlar að fara að leysa ykkur raunveruleg vandamál fyrir fólk þá kemur ljós að þú ert með bara nákvæmlega sömu lausnir og aðrir flokkar að bjóða upp á. Það ekkert uník við miðflokkin. Það ekkert að hans raunverulegu stefnumálum algjörlega uník. Þetta allt saman, alltaf verið að tala um þetta sé allt innflutt, en þetta allt saman bara aðkeypt annar staðar frá. Og við sjáum bara þegar að koma upp mál í Bretlandi eða Bandaríkjunum sem að íhaldið þar fer að tromma upp, þá mjög stutt þangað til að þannig að miðflokkurinn tekur þessi mál og fer að básuna þau líka og þetta bara vegna þess að það sem vaki fyrir þeim ekki það að gera líf raunverulegra Íslendinga eitthvað betra heldur eru bara völd sem vaka fyrir þeim. Það það eina sem að kemst að hjá þeim og þegar þú veist að því að lýðræðið bara leikhús, þú veist, þetta er bara gríma sem sett á valdið. Það þetta leikhús sem við erum að horfa upp og að sápuópera eða hvað þú vilt kalla það. Þess vegna ég hef áður talað áhuga mín á því að prófa hið svo kallaða lottóræði af því að það sem þú færð þegar þú ert komið með stjórnmála stétt fólk sem að kosið til valda sem að síðan við völd eða að bíða eftir því að komast til valda í ákveðið langan tíma þá missir það fólk algjörlega tenginguna við raunverulegu vandamál einstaklinga í landinu. Þess vegna ég alltaf bara, þú veist, ef þú spyrð hinn almenna Íslending hver eru hvaða vandamál ert þú að fást við í þínu daglega lífi
milli mánaðamóta, þú veist, er það brúnt fólk, skilur við, er það bara eitthvað allt annað og að það sé síðan eitthvað sem það ætlar að takast á við. Lottóræði, náttúrulega, ef ég fæ aftur að nöldra það, gengur út á það að lýðræði sé þegar það er komið í sambúð með kapítalismannum þar sem að fjármálaöflin geta haft áhrif á það hvernig lagasetningum er framfleytt, að það sé bara mjög gallað og að þú þurfir að taka slembiúrtaka fólki úr þjóðskrá milli segjum bara 20 og 67 ára og þetta séu þeir einstaklingar sem siti 63 einstaklingar á Alþingi og síðan bara finnið þið út úr því hvað þið ætlið að gera ætlið þið að faglega ráða ráðherra ætlið þið að, hvernig ætlið þið að gera hlutina ætlið þið að mynda eitthvað meiri hluta ætlið þið að, hvað ætlið þið að gera Og haldið þess að ræði hérna áður. Já. Ertu búin að samfæra marga? Vegna þess að... Ég er ekki alveg samfæra. Allilega. Hvað eru margir komnir á... Þetta er eitthvað sem að fólk er verið að ræða núna í stjórnmálafræði víða um heim. Þetta er ekki bara ég hérna eitthvað trúður að... Slembivalið. Já. Vegna þess að eftir 4 ár þá ertu bara þakkaði kærlega fyrir komuna hérna eru dyrnar og þú ferð út og þú er engan haga því að ljúga, þú er engan haga því að vera að svíkjast til hluti eða gera eitthvað baktjaldamakk vegna þess að þinni þingsetu lokinni, þetta er bara eins og að sitja í kviðdóm, þá ferð þú út og þú þarft að horfa í augun á samborgruðinum og öll í merk eru dæmd. Það er ekki að hafa eitthvað samfæringu fyrir því af hverju þú ert þannig fyrir þjóðina, skilur. Af hverju? Af hverju samfæringin? Hvert vilt þú fara með samfélagið? Fólki fjár með nóga samfæringu sem var hérna á þjóðfundinum í Laugardalshöll. Hvers vegna er samfæringu sem er góður að verka? Ef þú stendur fram fyrir því að þú ert bara allt í einu á þingi og þú þarft að fara að díla við það að reka Ísland. En hver á að leggja fram bara máli? Það er vandinn er bara eitthvað random fólk. Já, nei, ég segja sko bara... Af hverju á það að vera fólk sem að ber sig eftir? Nei, það er ekki spurningin. Spurningin er, þú veist, ef það hefur ekki sannfæringu það sem það vil gera. Flestir fara að þinga þeir vilja gera eitthvað. Því að bara rennur blóðið til skildunar. Þú átt að reka Ísland í 4 ár. Hvað ætlar að gera? Ég ætla ekki að gera neitt af því ég hef eitthvað samfæringu. Það er með svolítið máli, sko. Það myndi bara embættismenn ráða Íslandi. Þeir gera það nú þegar. Þeir hefur sko Tómas verið að benda á vandan við að koma þessu kerfi á að þeir sem að fara með völdin fram að þeim tíma eru þeir sem að koma út úr gamla kerfinu og þeir hafa síst allra haga því að taka sitt kerfi. Þau vilja alls ekki koma því á. Nei, þetta var bara svakalega misskilningur. Ég er bara mjög áhugasamur þessa pælingu. Ég bara spurja sko hver á að leggja fram frumvarpið eða bara leggja fram fjármálaáætlun. Er það bara Þetta er bara einhver úrlausn, skilur við. Já. Ég bara... Þú veist, þú ert komið þarna 63 einstaklinga, það er þegar til staðar kerfi sem að teku við nýjum þingmönnum og segja þeim, heyrðu, hérna er mötunvitið og hérna eru klósettinn. Þetta sem ég er að spyrja Bragi, hver á að koma þessu svissa yfir? Af því að þeir sem að fara með völdin koma úr gamla kerfinu. Það þarf að vera bara einhver lottóræðisflokkur sem segir kjósið okkur og leið við erum komin inn á þing, þá bara förum við og það bara kemur það ekki Píratar einu sinni? Þeir ætluðu nú aldrei að vera lengur en flokkur er að vera að stofna vegna þess að sko, þetta kerfi sörgumentar algjörlega alls konar vandamál sem að lýðræði býr til. Þú losnar við bara þessa þaulsettnu sveittu punga sem að neita að hætta, skilur, sem eru löngu búin að missa alla samfæringu, sem eru bara þarna fyrir peningin, af því að leður komin með þann pening inn á bankabók sem að alþingismenn fá greitt á hverju einasta mánuði, þá ertu búin að missa tenginguna. Þá er ekkert lengur. Ekki svo Bragi, því að við erum á Íslandi. Það hefur ekki orðið meiri endurnýjun á þingi í nokkur landi nálægt okkur, nema hér. Sko, þannig að það vantar ekkert sko, það er alls konar bara, það er eiginlega vandamál á þinginu, bara margir nýliðar. Það eru fleiri, það var 33 af 63, sko. En vandinn er sá að þetta er allt saman fólk sem bar sig eftir valdinu. Lottóræðið er bara fólk sem að... Og vandinn er náttúrulega líka sá að hinn almenni þingmaður er algjörlega valdalaus, meira og minna. Hann getur sagt eitthvað í ræðu í þingsal og skrifað eitthvað grein á vísi, sko. En valdið liggur ekki þar. Hvers vegna er fólk slembivalið í kviðdóm? Af því að þú segir, ég vil dæma fólk, ég vil setjast hérna og ákveða hvort þessi einstaklingur eigi að lifa eða deyja eða verið fangelsi eða ekki. Það er lasið, sko. Það að segja, ég vil ráða yfir fólki, ég vil komast inn á Alþingi og ég vil bara ráða yfir Íslandi. Það er bara fyrir mér finnst það bara lasið, sko. Ég held nú að flestir sem ég þekki sem hafa farið út í stjórnmál, fara út í stjórnmál ekki út af valdinu, heldur út af að hafa áhuga á því að breyta samfélaginu. Þú getur byrjað þar, sko. Þú veist, það getur verið gateway-dröggið inn í það að síðan ertu bara komin á Alþingi og þú ert að vera þar við völd í einhver áratugi eða í stjórnarandstöðu og þú gerir ekki neitt sem skiptir neinu máli, skilur.
Þannig ég held að... Ég er ekki búin að kaupa hugmyndina. Nei. Ég er ekki svart sín og þau og það sem að þau voru hérna að spyrja fyrir á að gera, sko. það væri alveg sama system. Ég meina, þú færð alla sömu aðila að fjármálaáætlun, þú færð hérna alla gerðarnar og alla hagsmunaaðila og útreikning og allt svoleiðis, en þarna ertu kannski ekki með beina tengingu inn í auðvaldið hérna, þetta hérna. En þú kannski meira að tala líka að þú bara fengið þá meira af hugmyndum inn, af því þú kannski bara ert neyddur, neyddur til að setja þarna, eða þú tekur sæti og talan kemur bara hættinu. Og þá ertu kannski bara opnari fyrir einhverjum fánalögum og ég vil hafa halvan fán á þriðjudögum eða eitthvað og þá getur þú lagt það fram. Já, okay. Bara leggu það fram. Þetta er áhugavert. Þetta er mjög áhugavert. Ég meina þingmenn leggja fram alls konar. Vinna í ráðuneytið á þetta verður, þá getur maður bara byggt göng og... Já, ég meina... Talandi það var annað hittamál sem var samgönguáætlun, það var fundur og við vorum að tala svolítið Kristrún í svona myndbandi af henni, þar sem hún var á Arnarhóli. Er ekki spennt að sjá myndbandi þegar nefið borin? Nú ræsum við vélarnar og eitthvað svona stemming og þau líka labba á fundin og hún hefur séð þetta fyrir sér að þetta er því svona eitt af sigurskrefum ríkisstjórnarinnar. Kemur ekki í Flokkur fólksins og annars hefur maðurinn ekki lesið skýrsluna og svo þetta skólastjórnarmál. Þannig að ég fann svolítið til með Kristrúnu í þessu af því að það sem átt að koma fram sem svona stórt mál ríkisstjórnarinnar hvarfeilega í skuggan fyrir svona algjörum hneykslismálum. Og var komin nánast í endamarkið þar til að minn maður Gunnar Gunnarsson og Austurfrétt fíblaði döðborunum sko og nú ætlum ég bara að liggja eftir og hlusta. Já. Hvað segir Jódís? Hvernig líst þér á samgönguáætlun? Ég er miður mín og það er bara nákvæmlega þannig, sko ég tók samtöl í gær við fleiri en einn og fleiri en tvo sem voru klökkir og grétu, það var Það var bara viðtal hér í gær það sem viðmælinn grét. Vinn minn Stefánsson og ég sko er ég reið, þetta er svo mikið vonbrigði og þetta kannski í kontekst, þú ert á austan svona, ég er að austan og sko ég þekki vel til, ég var í sveitarstjórn fyrir Vinstri græna í Múlaþingi og við erum að horfa svo miklu meira, það er svo auðvelt að henda einhverju fram bara það er miklu betra að bora göng hér heldur en hér, það er miklu betra, við bara bíðum með þetta allt og förum bara norður, skilur við erum að tala endanlegt fjármagn sem búið er að leggja í undirbúning Fjarðarheiðarganga. Við erum ekki bara að tala 600 milljónir eru peningur sem hefur farið lóðbeint í það. En við erum að tala sameiningu sveitafélags á þessum forsendum. Við erum að tala sveitarstjórnarfólk á fullum launum árum saman að rífast það hvort að það er að fara suðurleiðina eða hinaleiðina við gangnamunnan sem er aldrei að fara að koma. Við erum að tala það að við erum með Seyðisfjörð og við erum með Djúpavog í sameinuðu sveitarfélagi þar sem þau þurfa að sækja alla þjónustu. Og ég er ekkert að tala það að það verður náttúrulega geggjað fyrir eitthvað sem fótbrotnar á Seyðisfirði að komast á fjórðungssjúkrahúsið ef við höfum náð að manna lækna þar til að gifsan. En þetta er fólk innan sama sveitarfélags sem þarf samt sem áður að keyra Mjóafjörð, Norðfjörð, Eskifjörð, Reyðarfjörð, Fagradal í snjóflóðahættu og hryllilegum aðstæðum til þess að komast í bónus eða með börnin sín á íþróttaæfingar. Þetta er algjörlega óboðlegt. Ég veistu það að horfa á Seyðfirðinga og hvernig stjórnvöld, ég included, sat á þingi síðustu ríkisstjórnar að horfa á það hvernig við höfum brugðist í öllum málum er varða Seyðfirðinga. Það var ekki Alþingi búin að samþykkja samgönguáætlun þar sem Fjarðarheiðargöng voru númer 1? Jú. En ekki fjármagna. En af hverju brástu þá? Ekki fjármagna þessu? Það var ekki til fjármagn fyrir þessu? Ég meina, þið ætluðu að halda því fram allt sé full fjármagnað á núverandi ekki neitt. Þau halda þið fram. Já, einmitt. En sko, það sem við erum að tala og þegar ég segi svik, að því að við erum að tala byggðarlag, við erum að tala gamalt fólk, við erum að tala börn, við erum að tala sjómenn, við erum að tala bara alls konar fólk í búðinni og eitthvað. Þetta fólk hefur orðið fyrir stórkostlegum áföllum af náttúruhamförum. Við settum endalaus spurningamerki við allt. Nei, er ekki betra að við kaupum húsin af ykkur á lægra verði út frá þessu eða hinnu? Við erum að tala að það hefur verið valtað yfir íbúa Seyðisfjarðar að því að það á að setja fiskeldi þar niður, gegn vilja þeirra. Og svo erum við að tala það,
ég þekki fólk sem með áfallastreitur frá aurskriðunum. Ég þekki fólk sem seldi og fór að því það gat ekki meir. Og ég þekki fólk sem misti sína nánustu í banaslýsi á Fjarðarheiði daginn sem að þessi hryllilega samgönguáætlun kynnt. Og ég skil ekki hvernig Eyjólfur Ármannsson og Kristrún Frostadóttir ætla að horfa í augun ekki bara á Seyðfirðingum, heldur á Austfirðingum öllum að enn einu sinni drögum við stuttastráið og okkur sagt að bíða. Ég get ekki verið nógu skýr hversu mikil vonbrigði þetta eru og það ekki að því að ég haldi að fólk fyrir norðan eða á Vestfjörðum ekki skilið að fá göng. Við erum búin að eyða 600 milljónum í næstu göng sem á að byrja á. En við sópuðum því út á borðinu og þú veist, það alltaf verið að vísa í tölur, já þetta nú bara svona margir dagar sem að vegurinn lokaður á vetrum. Vegurinn var ekki lokaður þegar maðurinn dó. Nei. Þetta lífshættulegu fjallvegur óháði hvort hann opinn eða lokaður. Það alltaf kannski 20 í þessu að náttúrulega það sem þau eru náttúrulega að segja og alveg rétt ef við bara, þú veist, horfum bara á staðreyndir þó ég ætla alls ekki að gera lítið úr þessari upplifun þegar maður þekkir náttúrulega líka fólk sem býr þarna og maður fylgdist náttúrulega bara með allri umræðin í gær og maður ber bara fulla virðingu fyrir því þó maður fagnir fyrir hönd þeirra sem að fá göng því þetta náttúrulega mikla samgönguúrbætur þá þetta auðvitað ótrúlega leiðilegt fyrir Austfirðinga. En svo þetta náttúrulega líka bara kalkuleru þetta bara kalkulera hjá stjórninni, ríkisstjórninni því að náttúrulega númer 1 og 3 kostar þetta feikið mikið fé og það verður náttúrulega aldrei borað tvenngöngu í einu og þessi göng fær í gang sem draumur þeirra og þetta náttúrulega bara kostar margfalt á við annað og það verður rosalega lítið annað fé í samgöngur ef að vera ráðast í þessi göng. Mér finnst það nefnilega hljóma svolítið á bakvið sem enginn orðar að þessi göng eru bara allt of dýr og það verður aldrei borð. Þau verða, ég held það en það fóru út af ekki sagt, en það hangir hann í loftinu. Nei, það ekki, það hangir ekki á loftinu. Allt og dýr, en hvað mega hlutirni kosta? Hvað má kosta? Hvað má henda miklum peningum í þessu samfélagi? Samráðshópur að skoða göng til Vestmannaeyja, það vita allir að það verið aldrei. En samt einhvern veginn verið að halda því gangandi í einhverju svona... Ég var að vona að ræða borgarlínu. Það þetta komið... Hvað mega hlutirni kosta? Og hvers mannlíf einhvers virði og hvers ekki? Það hefði verið gaman ekki ef Eyjólfur hefði hent bara í göng til Vestmannaeyja og mér eitt í gær. Það allavega svona komið óvart, Það hefði það allavega verið fyndið. Ég segi það, En það hins ég ætla að segja, svo þetta líka bara, þú veist, þessi ríkisstjórn, sérstaklega Samfylkingin og Viðreisn, að og þeirra svona óþol fyrir landsbyggðinni, þetta náttúrulega bara mjög útreiknað. Það bara ekki nóg mikið atkvæðamanna þannig að þeir mér alveg sama. 600 atkvæði Seyðfirðinga skipta þau ekkert máli í heildarmyndinni því að þau þetta bara suðvestur flokkar. Svo annað, mér bara spyrja þig að telur þú að svona andstaða Seyðfirðinga einmitt við sjókvíaldið hafi haft mikið þetta að segja. Af því að nú þetta svona samgönguáætlun svolítið að færast vestur, hvar nýr atvinnuvegaráðherra búin að koma fyrir nýju. Já, Kristrún náttúrulega, Hanna Katrín náttúrulega að splæsa í fiskeldi í Mjóafirði, hvar búa mjög fáir. 8. Ég hef verið... En hluti af verðmætasköpuninni sem þau eru að kynna, ég get bara fagnað verandi fullkomlega á móti fiskeldi í opnum sjókvíum. Þá gleðst ég með Mjófirðingum. Ég þeim þykir vænt Mjófirðinga og átti þar... En átti ekki verið í opnum sjókvíum? Árum saman sumarhús og hef dvalið mjög mikið í Mjófirði. En átti ekki að verið í opnum sjókvíum í Mjófirði? Jú, það held ég og ég almennt á móti fiskeldi og en ég get alveg glaðs með mínum gamla vini á Brekkubóta. Þegar Eyjólfur var að kynna þetta, þá sagði hann að það væri gott fyrir Seyðfirðinga að fá þessi göng. Hvað hafa Seyðfirðingar að sækja í Mjóafjörð? Nei, út af fiskeldinu. Hann sagði eins og fiskeldi verið bara komið og á stæðsta vinnustæðin sem álverið í Rauðafirði. Já, ég meina, ég vann áður í fór á þing, þá vann ég nú við samgöngur á Austurlandi að koma Seyðfirðingum í rútum yfir Fjarðarheiði, yfir Fagradal til að vinna í álverinu á Rauðafirði. Við getum alveg rætt atvinnustefnu þessa lands, hvernig allir þessir firðir skulu vera einhver verbúð þar sem að mannslíf skipti ekki máli. Það bara auðsöfnun, það bara arðurinn og arðurinn og arðurinn.
ég held að það verði ekki þannig að það sé einhver game changer fyrir seiðfirðinga að geta fara að vinna í sjókvíaeldi hvort sem í Mjóafirði. En má ég spyrja því út í eitt svið þessar ríkisstjórnar, en má það vera þannig að það hefði aldrei, þessi göng hefði aldrei verið boruð. Þannig að þau eru bara of dýr og það engin ríkisstjórn sem hefur tekið þessu ákvörðun. En það bara verið alltaf látið eins og það sé á leiðinni bara til að halda kjördæminu góðu. Ég bara ósammála og þó að ég sé ekki þó að ég sé ekki endilega alltaf hrifin að því að sé verið að draga upp tölurnar Austurland skaffar svo rosa mikið sem alveg rétt. Austurland skaffar ógeðslega mikið af því sem heldur uppi okkar samfélagi. Þá finnst mér skakt að gera það þannig að því við eigum líka önnur samfélag, hvað eigum við þá bara að loka þeim ef þau skaffa ekki, eigum við bara að loka stórum hluta Reykjavíkur af því að það engin arður að því að hafa ykkur hérna, skilur við, ég ekki hrifin af svona málflutningi, þá finnst mér við eigum að tala styrki sem að hafa farið í stórútgerðina í tengslum við loftslagsmál. Eigum við að tala peninga sem að fara í vopnuð átök erlendis. Hvað eru dýr göng? Já, ég bara að tala peninga. Við erum þjóð, mér finnst stundum við vera eins og húsmóðir sem að fer fyrst og kaupir sér merkjavöru, fer svo í bíó, fer svo í bankan og kemur svo heim og segir við krakkana við eigum ekki peninga fyrir mat. Ég veit ekki alveg með þessu samlíkingu. Nei, en ég ætla bara að fá að segja það. Færingar eru efna að leggja svona göng. Já, Íslandingar eru náttúrulega fólk hefur efnaði að gera hluti sem það vill gera. Ég sammála því, Jódís. Við veljum aðra hluti. En við höfum náttúrulega bara verið stórkostlega léleg síðustu áratugi í að byggja upp samgöngur í þessu landi. Og það Seyðisfjörður ekki einsdæmi þar, þó að það sé mjög sorglegt dæmi og ég skil ótrúlega vel þessi vonbrigði og reiði hjá Seyðfirðingum, en við höfum verið mjög lélegir að byggja upp almenningssamgöngur í borgarlandinu, við erum með fullt af einbreiðum brúm og ekki og nýta holóttavegi út allt land, það sem snjóflóðahætta og grjóthrun og ég veit ekki borgarlínu og Sundabraut. Foreldrar í mínu hverfi í Laugarnesinu eru sjálfa að setja upp ljós því að það keyrt á börnin og það hlustar enginn hjá hvorki Vegagerðinni eða borginni eða neins staðar. Það málaflokkur sem þarf miklu meiri pening. Ég bara ósammála að setja þið samhengi við Úkraínustríðið. Ég ekkert að setja það bara í samhengi við Úkraínustríðið. Ég bara taka dæmi það hvað höfum við valið að setja peningan okkar í. En þetta svona svolítið þessum málflutningum miðflokksins sem að segja Nei, þetta það við getum ekki eitt í þetta því að Nei, þetta það ekki. Við eigum að standa með Úkraínu og mér fannst geggjað að senda þeim herspítala og mér finnst geggjað að styðja við og taka á móti fólki sem í neyð. Og ég vil ekki styrkja vopnaframleiðendur. Það kannski sápunktur sem ég að koma á framfæri að ég vil frekar að íslensk skólabörn af öllum uppruna þurfi ekki í 2 tíma að fara við fjallveg 6 ára til að komast í skóla á ónýtum vegum heldur en að láta þá peninga fara í vopnakaup erlendis. Og svo bara megið gagnrýna mig og kalla mig miðflokkskonu fyrir það. Ég veit ekki. Stikir svo mig. Þið þurfið ekki göng. Nei, það var víst Vaskarið, pabbi, hvað heitir það? Vatnaleiðin. Já. Það ekki snudd að bora það? Hún í toppstandi að það ekki að bora þar. Bara Við áttum náttúrulega samgöngur á þeirra á sínum tíma. Já. Sem að lagði þetta. Stulli. Nei, það var víst settu peningur í, sá ég, pabbi var að gleðast yfir því að settu peningur í Skógarstrandaveg. Já. Sem að var held ég alveg komin tíma á. Ég hef nokkuð sem þurft að keyra hann og ég lendi alltaf fyrir aftan einhverja túrista sem hafa fengið ökuskiptin sitt í einhverjum ökuhermi einhverstaðar og þeir keyra á miðjum veginum á 30 og maður flautar og þeir eru í taugaáfalli einhvern veginn og sem bara fínt þannig að núna vonandi get ég keyrt þarna þetta. Það leiðið frá Stykkishólmi yfir í Búðardal? Já. Nú þetta tölvöðu trafikarnar. Það alveg hryllilegur vegur, ég ekki það. Já, hann hræðilegur og er mjög falleg leið samt, jafnframt, þannig að vonandi verður bara aukin umferð þarna og lyftistöng fyrir þetta. Og svo fallega að það eiginlega sniðast að keyra bara á 30. Já, á miðjum veginn, það geta séð. Með drónan. Já.
En það var inn í samgönguáætlun sem að voru lítið talað að það eiginlega Reykjavíkurflugvöllur bara fastneldur með flugstöð og fleira. Já, ekki segir oddviti VG í borginni. Nei, þetta ekki á hennar borði beint. Nei. Hún hefur ekkert með þetta að segja. Ríki getur bara gert þetta vill, eða ekki? Já, ég fagna. Ég vil flugvöllin þar sem hann ég vil uppbyggingu, ég vil þyrlupall fyrir Landspítalann. Þetta öryggismál. Hvað það hafa þyrlupallinn? Það er alltaf verið best að hafa bara á spítalunum. Að sjálfsögðu alltaf bara ótrúlega bara... galið að ekki sé gert ráð fyrir honum. En sko, ekki umferðarmiðstöðin það svæði? Ég kom í svona sjúkrabíl í Barnaspítalann með dóttur minni. Og þá sögðu þeir voru eitthvað svona, þetta var allt í leið, það ekki vá sko. Það voru þeir eitthvað gantast kallanir á bílum. Voru að segja, veistu hvert við erum að fara inn núna? Við erum að fara inn í þvottahúsið. Þannig að það gleymdist að gera ráð fyrir aðkomu sjúkrabíla í Barnaspítalann. Þannig að annað eins gerist. Þetta annað eins dæmi. Þetta með flugvöllin bara, þetta hægt að vera issue, skilur við það bara, við þurfum bara að fara að tala eitthvað annað því að bara það finnst ekkert land strax. Út af Suðurnesi eldum. Meðal annars, skilur við, þetta bara orðið það er bara svo margt annað sem þarf að ráðast í bæði í borg og sveit og bæ og ríki að þetta bara komið svo aftarlega í gókunaröðuna að það bara þýðir ekki svona tala þetta lengur. Fínt að geymar yfiröldi bara. Ég með nýja tillögur sem enginn hefur pælt í sem það að eins og Berlínarbúar gerðu með Tempelhof flugvöllin sem það bara að hætta að lenda flugvöllum og bara opna svæðið fyrir almenning til þess að fara að fíblast eitthvað með flugdreka og grill og eitthvað svoleiðis. Og fylla upp í framræstu mýri og að leyfa mófuglunum að eiga spiluna. Af því ég vil alls ekki fá fleira fólk inn, þú veist, hafið reynd að komast úr miðbæ Reykjavíkur upp úr 4:00 eða milli 3 og 5. Það hræðilegt sko. Já, ég vil það alls ekki. Ég vil ekki fleiri bíla, ég vil ekki fleira fólk, ég vil bara hafa þetta opið svæði og bara getur verið huggulegt og krúllegt. Svo kannski að það koma ykkur sjúklingur, þá getur komið bara ykkur loftarnaflautur bara upp burt með grillinn. Burtu með flugdrekana, það þarf að lenda flugurinn og kemur hún og lendir svo bara aftur í stemningu. Sko. Það til dæmis það ekki á Gíbraltar, þar hraðbraut sem gengur í gegnum flugvöllin. Ég held að það sé Gíbraltar. Við finnum ykkur á lausni, krakkar. Framsókn verður ekki held í Framsókn og flugvallavinir í þessum kosningum. Það eiginlega allir nánast orðnir vinir. Sko hafa hana nema ekki sem flugvöll, það það sem ég að segja, bara sem eitthvað svona opið. Hafið þið komið á Tempelhof í Berlín? Það er dásamlegur staður, ótrúleg stemning, þarna bara hrúast Berlínarbúar út og þeir kusu þetta sjálfur, Berlínarbúar, að halda flugvöllinum, ekki byggja neitt þarna, bara... Gæstir það orðið garður þarna með það sem var lofað á Hlíðarendareitnum, sko, sem náttúrulega bara byggt glugg í glugg. Ég held að sko, við gætum, sko... Ég skil ekki af hverju við getum ekki haft Reykjavíkurflugvöll eingöngu fyrir innanlandsflug og sjúkraflug. Ég sé ekki að einkaflug og einhverju æfingar og skóla, það á ekki útsýnisflug. Það bara pláa og glata og það enginn að tala um það. Einkaflug farnar, var það ekki? Eru þær farnar? Borgarstjórn bara daginn? Það var ekki umræð það, ég ekki viss. En ég bara til að byrja á því að mætast einhversstaðar og ég skil það, ég bjó í Skerjafirði, flugið reyndar truflaði mig aldrei. Þetta bara eitthvað sem þú venst, þannig að þú venst brakinu í einhverju. Varstu ekki litla Skerja? Ég var í gamla... Já, ég nefnilega búið það. Já. Og það verður maður mjög lítið varfið í flugvöllin. Já, ég bjó við það. Þeir eru bara linnulaust með þessi hljóð. Já, ég meina fólk í Kópavogi fær þetta líka alltaf að flugið yfir sig og eitthvað skilur. Ég bjó í Skólavörðuholtinu. En ég bjó líka bara á Egilsstöðum þar sem að flugvélarnar koma bara hverjum degi og lenda og fljúga yfir bæinn og þú veist, þetta er bara ekki svona mikið og mér finnst alveg hægt að mæta þessum hávaða og ófriði og hættu og öðru sem að fólk sem að vill flugvöllin burt að tala um. Mér finnst alveg skynsamlegt að hlusta á þær raddir og það sem að ekki nauðsynlegt. Það alveg hægt að byggja upp eins og ég segi, þú veist, þetta útsýnis, kennslu, hitt og þetta sem að einkaflug, sérstaklega einhverjir að koma bara hérna og stoppa í smá stund, það á ekkert erindi með borg Reykjavík. En ég held að þetta verði ekki stórt kosningamál. Nei, alls ekki. Borgarstjórnarkosningar var nú kannski ekki flugvöll lengur. Allt hitt. Leikskólamál og efnahagsmál og menntamál mikið. Síðast var kosið leikskólamál og það kom hver flokkur af fætur öðrum og ætlaði bara leyfi börnunum að koma til mín og ég mun bjarga þessu. Ekki það gekk eftir.
Fáum við ekki bara svoleiðis ríkiskosningar þar sem allir lofa öllu? Er það ekki kosningar bara yfir höfuð? Jú, við erum að sigla inn í þennan svona óbærilega tíma rétt fyrir kosningar. Það sem að, sko, út á við er allt æðislegt, inn á við er allt ógeðslega ljótt og það er verið að nú er verið að allir í öllum flokkum að tíma upp, sko, nú þá er að losna við þennan og koma þessum að þetta er svo rotið og ljótt, sko, en út af verður allt rosalega fallegt og við getum, það fá öll börn pláss. Það verður allt gott og það verður nóg fyrir alla. Út úr miðbænum og svona, að núna munum við til að fá að heyra Miklubraut í stokk. Ég sem að maður fær inn á tímarit.is, þá eru umfjöllun Miklubraut í stokk, svona kosningarár. Og ég held líka að það sé þannig að vita allir þetta verður aldrei gert, af því það er ekki hægt að stoppa Miklubrautina. Hvað ætla að gera við bílana meðan? Í þessi 3 ár sem þetta búa til Miklubraut í stokk. Þetta er bara óframkvæmanleg framkvæmd. Já, einhvern tímann verður að taka í gikkinn, því þetta er náttúrulega bara... Hvað ætlar að gera við fólkið á meðan? Allir hjóla bara. Ég bara gömlu góðu hjáleiðina. Hvert? Kirkjugarði, Fossvogskirkjugarði? Nei, þú veist alveg endanum verður þetta gert. Hvað ætlum við bara að sitja ef þetta verður attitútið, þú veist, þá gerist náttúrulega bókstaflega ekki neitt. Þetta verður ekki gert þegar það verður bara borinn sem að mér finnst að Kristurinn er að kaupa. Farið bara og bora þarna undir Miklubrautinu. Já. Þeir meina, Miklubraut og göng er náttúrulega hugmynd frá Sjálfstæðisflokknum núna, eða þú veist, ég veit ekki hvort það sé nýtt eða ekki, náttúrulega, þú veist, það er, göng er ekki bara í stokk, skilur þú? Við spáði allstaðar hvar sem við horfum, ár eftir ár, þá erum við bara alltaf að plana og við erum bara alltaf með eitthvað kvíða og við viljum bara frekar nota peningan í eitthvað annað og við gerum bara ekki neitt og það skiptir engu máli hver situr í hvaða ráðuneyti. Það er sama hvert vandamálið er, lausnin er göng. Herðu, Ísrael í Eurovision. Algjörlega galið. Já, mér finnst það mjög dapurlegt, sko. En á sama tíma náttúrulega þá hafa EBU fjárhagslega hvataði að halda Ísraelum hana því að helsti styrktaraðili keppnar er náttúrulega Moroccan Oil, Mossad. Og þú veist, það eru rosalegi peningar sem er að flæða þarna vegna þess að þetta er eitt mikilvægasta tækið að því að fólk er alltaf að tala að okkur verið að blanda pólitík inn í Eurovision en pólitík og Eurovision er alltaf nátengt og þú getur ekki aðskilið þú veist það er bara eins og að aðskilja mannesku frá einhverjum líffærumennar og hún, þú veist að þetta bara er og hefur alltaf verið þannig og það er bara barnalegt að halda því fram að Eurovision sé ekki pólitísk keppni þannig að ég hefði einhvern veginn haldið að kannski myndi þessi þrýstingur virka á EBU en það virðist ekki vera og þá sjáum við bara það sem er að gerast sem er bara lönd þar sem að leiðtogar hafa eitthvað samvisku og fylgja henni eru bara að segja sig úr keppninni og hvað þýðir það fyrir framtíð Eurovision? Ég svo að Lóa Hjálmtýsdóttir, myndlistarkona og rithöfundur og tónlistarkona stakk upp á því að við myndum bara halda keppni með þeim löndum sem vilja hætta. Inn í púkinn? Já, inn í púkinn fyrir að því að það sem við höfum horft upp á fyrir botni Miðjarðarhafs ekki bara síðustu ár heldur síðustu 75 ár er hryllilegt og ástæða þess að Rússum að veikið keppni á sínum tíma að þeir væru að nota sína ríkisstöðvar til þess að broadcasta einhvern áróður á algjörlega 100% við Ísraela. En heldur að stjórn RÚV geti tekið ákvörðun? Sem þú myndir vilja sjá? Þeir allavega, það er það sem að stjórn RÚV hefur allavega gefið sér út fyrir það að geta tekið þessu ákvörðun. Stjórnarformaðurinn er nú búinn að segja hann er alveg ekki öllum. Nei. Þetta er náttúrulega pólitísk kjörin stjórn, þannig að þarna eru fulltrúar ýmissa flokka. Það má líka ekki vanmeta sko hvað sniðganga skiptir miklu máli og hvað það að segja á meðan að ríki ykkar ætlar að hegða sér svona gagnvart öðru fólki, öðrum manneskjum á meðan það ætlar að vera að varpa sprengjum á saklausa borgara og skjóta börn í höfuð og bringu þá viljum við ekki leika við ykkur, þá viljum við ekki fá prófessorinn ykkar inn í háskólan okkar, þá viljum við ekki fá tónlistafólkið ykkar inn á tónleikastaðinn okkar, við viljum ekki dansa og syngja með ykkur, vinsanlegast takið til í garðinum ykkar og þá kannski getum við gert eitthvað annað og ég hef aldrei fengið almennilega trúverðið og útskýringu á því hvers vegna Rússum að veikið keppninni rétt eftir að innrásin í Úkraínu hefst en við erum að horfa núna upp á þetta ríki algjörlega mylja niður Gazaströndina.
Það er búið að, þú veist, það er 100% þjóðamorð í gangi þarna sem að allar helstu mannúðarstofnanir og meira segja Ísraelar sjálfur eru farnir að átta sig á. Ísraelsk mannúðarsamtök og ísraelski fjölmiðlar eru líka farnir að fjalla þetta og segja bara, hérna eitthvað hryllilegt í gangi, hvernig ætlum við að réttlæta þetta? Þannig að við þurfum að taka grímuna niður, þeir sem ennþá eru með hann uppi og viðurkenna að... Þú mælir þess með því að við tökum ekki þátt og við erum hérna stjórn RÚV. Hvernig haldið það atkvæði færi? Þetta er pólitísk, ég meina, hafa flokkarnir afstöðu í þessu máli? Ekki sjáanlega, það er ekkert fyrir... Heldur að ef ég seti fyrir miðflokkin í RÚV, heldur að ég hafi bara kjósa eftir eigin samvinsku eða heldur að flokkarnir fara og segja hvað við komum degi að gera? Ég veit ekki hvort það er eitthvað mjög flokkspólitísk ákvörðun. Ég held ekki, sko. En ég held allavega, þetta er náttúrulega bara umögulegt, fyrst og fremst, ég meina... Mér langar að spyrja... Sko, bara segja því öll atkvæði þarna fara, 5-4 ekki 9, hver er margættur? Þetta fer alltaf á oddatölu, hver einasta ákvörðun sem er þarna, þannig að ég býst bara við þetta... En núna erum við líka ekki að ryðja brautina lengur. Slóvenar, Írar, Spánverjar, Hollendingar, fleiri eru búin að taka í gikkinn. Við þorðum ekki að taka í gikkinn, en núna getum við bara eld þessar þjóður. Það stjórnir sér 10 manns. Nei, þetta er óttatala. Það er á hérna... En er það rétt sem ég eitthvað staðar heyrði að þegar það var verið að taka stóru ákvörðunina hvort að Ísrael ætti að fá að vera með, að þá hefðu einhver lönd beðið að það væri ekki upplýst hvernig og Ísland báð það. Því það var hafnað. Líklega, ég veit ekki hvort að þeir sem báðu þetta hafi séð fyrir sér að þá væri fleiri sem myndu greiða atkvæði gegn Ísrael, en þú viljið ekki láta það sjást. Já, en ég tek bara undir hvert orð sem að hefur komið hérna fram. Við eigum ekki, og þetta hefur verið í svo mörgu, og ég hef kallað mjög eftir því þegar að við stóðum og horfðum upp á þennan hrylling, sko, og vorum á sama tíma að tala vini okkar í Bandaríkjunum og allt þetta dót, sko. Við hefðum átt að stíga miklu fastar til jarðar, við hefðum átt að gera það miklu fyrr, við hefðum ekki átt alltaf að bíða og sjá hvað ætla hin löndin að gera. Já. Þetta er líka ennþá í gangi, sko. Það er okkur til minnkun. Það er ekki eins og þetta sé búið, sko. Nei, það er bara aðeins búið að minnka, þeir eru ennþá að drepa fólk og á Vesturbakkanum og þannig að þetta er alls ekki búið. Ég vil líka reyna að slá, sko, þau vopna að kalla þetta gyðingahattur eða gyðingaandúð algjörlega úr höndunum á fólki sem reynir að segja það. Þess að við sjáum stór samtök, alþjóðleg samtök gyðinga er að kalla eftir ábyrgð í þessum málum og kalla þetta þjóðamorð. Og hafa gagnrýnt til lengri tíma, sko, það er ekki Sameinuðu þjóðirnar, læknar á landamæra, þetta eru ekki það er algjör jaðarskoðun að segja þetta sé ekki þjóðamorð. Já, ef þú reynir að kalla það gyðingaandúð, það er bara spil sem er mjög snjáð. Væri mjög áhugavert að vita, sko, innan sem sagt svona átökin núna í efstaleitinu, því að ég held að við vitum alveg svona almennt hvar svona auglýsingadeildin þeirra kræfa stendur og bara, þú veist, hvort það sé eitthvað mikill ágangur á Stefán Jón Hafstein og aðrað, þú veist, ég veit ekkert það væri bara halda söngvakeppnina, 100%. Söngvakeppnin sem, sko, varandi peningana, þú var með sagt það bara einum yfirmanni þarna í sumar, að söngvakeppnin vist bara, þeir vil alltaf meina hún sé rekin á núllinu, að þetta kom ekkit, þetta kostir alltaf fullt af peningum, en áskriftarsalan það var reyndar að kostnað frjálsra fjölmiðla. Það var mjög sorglegt að þeir eru safnið öllu þessu gríðarlega auglýsingafé og ekkert verið eftir. Nei, þetta var þannig, mér var sagt þetta í sumar og þetta er bara, þú veist, í 2 manna tali frá einum yfirmanni þannig að ég, svo sem bara bera það hér á borð, að hvort sem það átti svona að vera eitthvað til að friða mig sem er nú ekkert eitthvað brjála aðdáandi RÚV og rekstur þess og ítök þeirra á auglýsingamarkaði, en síðan náttúrulega er náttúrulega annað með hvað kostnaðurinn versus auglýsingasalinn af söngvakeppni eða sjónvarpsstöða er. Það hef ekki hugmyndum þegar við sendum eitthvað 30 manna teymi með 8 fararstjóra og sminkan er komin í viðtal á 4. degi að þau eru uppiskopið með efni, sko. Slík er nú vitleysan, þú veist, þegar þetta gerir, sko. Þannig að bara svona fyrir þá parta var ég nú ánægður þetta er, sko, fyrir utan allt þessum bræði búin að öllum sminkum ólöstuðum. Nei, sko, frábær sminka, ég bara tala
tala skort á efni, sko, þú þarft ekki að senda 30 manns til að gefa mér viðtali við sminkuna, sko. Þannig alveg hægt að senda skilaboð, það er soft leið, en bara, en mikilvægt. Það er líka fína þjóðir sem að væri með okkur, það eru Írar og Spánverjar, ég held að það sé bara skapsta músíkin í Evrópu. Og skemmtilegt fólk að fá heimsókn ef við myndum halda þetta sjálf. Hollendingar sem var vikið keppninni í fyrra voru með eitt skemmtilegasta lagi þá og þetta væri bara mjög áhugavert. Þetta eru skemmtilegu krakkallir sem Ég fylgja þessi, ég nefnilega elska Eurovision og sérstaklega pólitíkinu Eurovision, ég er mikil Eurovision aðdáandi og mér finnst það leiðilegt, það algjörlega tók leiðan á Eurovision að við sem Ísrael hafi verið að taka þátt og þannig að maður hefur ekki hort á þetta síðustu ár. Þurfum samt að fá með, svona, kostað með frá þjóðunum sem koma, ég held að við kannski ekki efna á að halda þetta akkurat núna svona. En þú getur að koma með við höfum ekki efna á neinu. Og ef við slöfum Fjarðarheiðargöngu þá getum við það er farið, fljótagöngu. Er ekki nóg til? En málið er það má alveg kosti eitthvað að standa með mannréttindum. Það má alveg bara minnka auglýsingar. Það er einmitt vandi RÚV núna, það er annars vegar buddan og hins vegar samviskan. Og hver er svona ykkar reynsla af mannkyninu? Hvor ræður, samviskan eða buddan? Það fer í því hvoru spurður. Hversuna standa Írar alltaf með Palestínumönnum? Þeir hafa sjálfur reynslu á því að vera undir hælmunum. Eins og við ættum að vera það sama og Skotarnir og fleira, þeir standa alltaf með Palestínumönnum og við ættum að vera með sömu hefðina, það standa alltaf með minnimáttar. Við þetta verður að fara svolítið út úr íslensku þjóðinni. Við höfum haft sterkar rödd í mannúðarmálum, lítil þjóð, þannig að við ættum náttúrulega að beita henni miklu frekar. Það mér finnst þetta að vera svolítið víkjandi, mér finnst þetta að byrja að heyra meira af Íslandi að standa með sterka. Ég ræði aldrei við mig, ég held alltaf með veikara liðin í fótbolta. Já, þetta er kallað að vera foul weather fan, að halda alltaf með þeim sem er að tapa og vonar snúi spilinu við. Ég meina að koma þjóðverjar að keppa við Tógó, með hverjum hendur þú? Mér finnst það bara sikk að halda með þjóðverjum. Þú meina svona í randomleik, það er ekki bara liðin svo heldur með því ég gerði þetta bara sjálfkrafið 30 ár með Víking og held ég alltaf með litla liðinu svo urðum við bara bestir Og hvað gerur þá? Þá held ég þá loksins, nú er ég mikill svona held ég alltaf með stóran, ég myndi alltaf halda með Þýskalandi nú þegar ég er þessari stöðu Ég er að grínast. Við talandi litla liðið, skiptir það máli að Píratar eru komnir með formann, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns. Ekki úr þessu held ég. Mér er bara áhugavert þetta kjöra varaborgarfulltrúi hafa unnið frekar svona 7. sæti frekar áberandi borgarfulltrúi. Alessandra Brím bara hefur bara mikið í fréttum og náttúrulega var líka með mjög svo galnar hugmyndir. Enginn held í miskili sinn eigin flokk mikið og Dóra greiði í aðdraganda þessara kosninga. Svo tókst þeim ekki að halda fyrsta formannskjörið og þetta einhverju umbóðskostningu sem að viðtalið við Óttöfu hér var óborganlegt því að talandi svona nýliða brum og heiðarleika því að var ekki Björn Þorlós með það og var að svona spyrja því að það voru rétt tæplega 200 manns eða ekki 175 eða svo sem að tóku þátt í kosningunni og og hann spyr Óttavi út í þetta hvort að þetta hefði nú verið góð mæting og hún segir þessi 2200 skráðir í Pírata og því augljóslega ekkert sérstaklega góð mæting en það sé bara mjög skiljanlegt því að það er búið að vera allt í mólabanna bara flokkurinn í ruglinu og ósátt við stefnuna og hann að henni fannst það bara fyrir ekki því fannst það bara mjög góð mæting úr því sem komið var hann að svona talandi það sem við byrjum á nótum nýbrums og heiðarleika Þetta er svona útvarðarstjóri sjálfskipað með þetta viðtal Ég held að það sé ekki von á mjög góðum árangri svona með að við kanni staðan er í flokknum óháð formanninum Herðu, við erum búin að tala hérna lengi og mjög gaman að fá okkur hérna en mér langar að hætta núna því að við höfum aldrei, ég nefndi einu sinni Trump þegar þú varst að tala Sigmund Davíð með hvernig hann væri klókur að spila með Ætlaðir að komast í gegnum 1 klukkutíma Viljið tala Trump, Úkraínu Venezuela Er ekki ómikil aðeins Er ekki bara ómikið talað Trump almennt? Nei, ég held ekki Ég held að hann er að breyta svo miklu að við verum alveg Ég held að ég myndi ekki mæla með því að við myndum ekki tala hann Ég sá bara einhverja klippu í síðustu viku þar sem hann sagði að þetta hefði verið aðeins flóknara heldur en hann hefði haldið að koma á friði Hann ætlaði að gera það á 3 dögum eða eitthvað Ég hefði nú ekki þetta er ótrúlegur fyrir Við erum þetta með á samstöðinni alltaf á miðvikudögum Trump tíman þar sem við tölum
bara Trump. Eigum ekki bara láta hann eiga það sko. Ég vil skjóta hérna einn sko, mér var svolítið skemmtilegt að koma fyrir 2 eða 3 vikum á sama tíma, annars maður sem hafði verið að vinna að gera þáttana The Apprentice og hann var opinberður það að Trump notaði sem sagt bleiu og að á setti á Apprentice að alltaf þurfti að vera ein manneski sem sá bara að aðstofan við að skipta bleiu og bara daginn áður að 2 dögum seinna sá ég fréttum það var verið að einangra blóð úr Hitler úr einhverjum sófa sem hafði verið í bunkertum hjá honum og þá kom í ljós að hann sagt, og þetta búið að vera núna á einhverjum vísindasíðum að hann var með eitthvað blýtingagalla sem var þess valdandi að hafa með mikropenis lítið tippi og mér veist allar svona sko þegar við förum að taka ekki svona lítið tippi stakka mest eins og segir í lægin þessi frétt fjallaði ekki það sko og eitthvað að eistunum hefði ekki gengið niður og eitthvað mér veist bara þegar við tökum svona fasista og svona kjánulega kalla og það var einhvern veginn ástæðan fyrir því að 6 milljónir gyðinga hafði verið útrýmt en við erum bara svo áhugavert þegar við tökum þess að kalla og einhvern veginn förum að gera þá að líkama og einhvern veginn förum að niðurlagi þegar við gegnum það að þeir eru með blei og lítið tippi þá hætti einhvern veginn stefnur að skipta máli og þeir verða ennþá bjánulegri heldur þeir voru fyrir. Já. Það þetta búið að vera mikið talað heilsuna á Trump undanfarið. Hann sem voruð gamall, hann getur bara unnið frá 12 til 5 segir New York Times. Það allt þetta að hann kunni ekki lengur að lesa og hann sé komið það er ekki hægt lengur að fylgjast með umfjöllunum stjórnmál í Bandaríkjunum af því að maður veit ekkert hverju maður á að trúa vinstrið, svona að demokratar og þeirra miðlar eru orðnir sko það súrir og svektir út í hærið og Trump og það þeir eru eiginlega farin að spila sama leik sko þannig að það er sama bullið ég ætla ekki að segja jafn mikið og Fox eða eitthvað svoleiðis sko en maður er farin að svona aðeins að lesa líka á milli línan en maður les bara sko, svona hann kann að lesa, ég hef hort á hann lesa nema að sé svona ótrúlega færi að því ekki sko að lesa betri heldur Búsvann þegar hann er bókina forvið og þá er hann að lesa þessar tilskipanir og hitt og þetta þannig að hann er læs en ég finnst að ég horfi svolítið á þetta svona sérstökum ástæðum að því ég meina Trump-tíma að þá hef ég séð hann sko tvisvarsinnum dotta á Blaðamannaffundi og þú ert helvítið þreyttur ég skil hann sko ég sofnaði alltaf í messu sko það er líka bara fallegt bara aðeins að hvíla sig þetta er víst mjög holdt líka tengdapabbi minn fyrirverandi hann var tónskáld og hann sagði að maður getur bara sofnað yfir góðri músík þannig ekki skammast í með að sofna tónleikum það sem er messu en ég veit ekki eftir að Trump hann sofnar þegar hinir eru að tala svo fer hann í gang þegar hann á að tala kona mín var með hugvekju á bleikum sunnudegi í Víðistakirkju held ég heitur örugglega og þá var einmitt maður sem að satt svona 7 sætum frá mér, svona eldri maður sem bara dottaði svona yfir hugvekinu hennar svona ólæknandi krabbamein ég var svona að vinna með manni sem svaf alltaf allan vinnudaginn, það var nú að þingsal Tommy en hann var náttúrulega Inga slátur á honum sváðu mikið það fannst konunni þín að verra eitthvað svæfi hún sagði það ekki, ég bara mjög veist að finna þetta svo vaknaði hann í hrótu sem er alltaf mjög fyndið svona ég veit ekki að hverju að segja sögum mér veist það bara ógeðslega fyndið þegar ég sá þetta live sko og ég var ekkert mókaður, mér veist það bara fallegt það var bara svona en ég sé ekki alla blaðamannafundina en ég tvisvarsinnum síðan sofna þannig að þetta er raunverulegt er ekki verið að spurja hann? Nei, þetta hefur hort á þess að hann dreifir orðinu hingað og þangað og þetta eru mjög skrýtni fundir sem hann er stundum með það sem hann er bara með heilan her og svo deilir orðinu ég nenni eiginlega bara að horfa þarna á Oval Office fundina, þá er eitthvað að gerast eins og hann og Mandani daginn það var skemmtilega það var brómans í lagi það kallaði mig fasist það er ekki með þetta elsku vinur hann er greinlega mjög sjarmerandi að Mandani að ná honum bara svona talandi sápóperu þá er náttúrulega Trump bara hann er sápan ég sá hann hann með kalkúnin það var svolítið verðilegt hann náða hann að 2 Þetta er fyndið þar til að hann nær að koma öllum þjóðvarnarlegin út á göturnar og í herlugum fær hann 4 ára upp og þá held ég að hættum að hlæja. Og Rússar ráðast inn í Evrópu. Þessum hefur fólk áhuga á heilsunni, það er svona, ég held að margir helmingurinn er að vonast til þess að... Vonið að versta? Já, eða þú veist að hann láti eftir því það er náttúrulega, er 79 ára gamalt maðurinn. Þekkir þið 79 ára gamalt fólk, myndu þið ætla því að verða forseti Bandaríkjanna?
Það fer nú mjög eftir manneskjunni, kannski. 79 ára, ég átti ekki bara að vera Var ekki farin hérna að chilla eitthvað staðar, 79 ára. Sérstaklega þegar þú ert þetta góður í golfi, akkur ert ekki bara í golfi? Það var 100 ára gömul íslensk kona. Hann lígur allum getu, hann góður, en hann lígur því að hann sé frábær. Ég veit ekki hvort þið sáu þá frétt, en það var nú kona 100 ára að gefa út bók. Fólk nú ýmislegt til listalega. Hvað nýja fórseti Írlands gömul? Nákvæmlega. Það ekki sama djópið, sko. En hún er kannski 70. Já, hún fullu fyrir. Herðu, ég ætla að hleypa ykkur í, það voru ýmsir að hringja og spyrja hvort þið var ekki leiðin heim að því að það jólaundirbúningur í gangi. Þannig að ég verði að sleppa ykkur. Freyja, Tómas, Jódís og Bragi, kæra þakka fyrir komuna. Takk fyrir mig. Þakka Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég með sem hafi verið að hlusta og horfa og sem hafi breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafið byggt upp samstöðuna, bæði bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér, þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakar þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útasendingar á spilarann, spilar.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útastöður hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki, það eru nú með 5 á fjarstýringurum, við erum komin í Kapalkerfin hérna suður með sjó og kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptum líka upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring 7 daga í vikunnar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem drífur Samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það er fólk sem veit að Samstöðun skiptir máli í samfélaginu og verður ekki til nema með stuðningi almennings. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi eða mitt alþýðufélagi sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er fjölmiðill og umræðuvettvangur sem er í eigu áhorfenda og á heyrenda. Framöndan er helgin, það verður helgispjall hér á morgun klukkan 9. Ása Helga Ragnarsdóttir verður þar í spjalli, svo verður við með þjóðmálaþáttinn Synir Egils í hádeginu og sunnudaginn. En ég segi það bara góða helgi.